en ég hef ákveðið að taka saman umræðu í 4. lið einnig sem umræðu málefni miðborgarinnar og taka þessa umræðu samhliða. Og það allir sammála mér það, þannig að við göngum til umræðum 3. og 4. lið og fyrstur á mælendaskrá Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér skýrslu stýrihóps málefni miðborgarinnar sem hefur verið í vinnslu. Var skipaður með embættisbréfi borgarstjóra 11. febrúar 2015 og í stýrihópinn voru skipuð auk þess sem hér stendur var formaður hópsins Áslaug María Friðriksdóttir, Börkur Gunnarsson, Kristín Soffía Jónsdóttir, Þórgnýr Thórodsen og auk þess kom Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir inn í vinnu hópsins fljótlega. Og það var fundað ríflega 20 sinnum á tímabilinu 12. febrúar 2015 til 7. október 2016. Fjölmargir embættismenn tóku þátt í vinnu hópsins jafnframt og ber þar helst að nefna Önnu Kristinsdóttur mannréttindastjóra, Einar Bárðarson og síðar Áshildi Bragadóttur, forstöðumenn Höfuðborgarstofu fyrir og nú. Helga Björk Laxdal, skrifstofustjóri borgarstjórnar, vann öttulega með hópnum. Auk þess Óli Örn Eiríksson, deildarstjóri atvinnuþróunar hjá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, Svavar Jósefsson, verkefnisstjóri á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, Hildur Gunnlaugsdóttir, verkefnisstjóri borgarhönnunar og umhverfis- og skipulagssviði, Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir, verkefnisstjóri umhverfisátaks miðborgar á sama sviði og síðast en ekki síst var það ráðgjafi stýrihópsins og ritstjóri skýrslunar, Anna María Bogadóttir sem menningafræðingur og arkitekt, en hún á sérstakar þakkir skildar fyrir sína vinnu, en auðvitað þakka ég öllu þessu góða fólki sem kom að vinnu stýrihópsins kærlega fyrir ákaflega gott og ánægjulegt samstarf. Stýrihópurinn náði saman innihald skýrslunnar, stefnuna og aðgerðaáætlunina. Það voru gerðir fyrirvarar af Áslaugu Friðriksdóttur og Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur fjárhagslega atriði. Það að segja að það lá fyrir að ráða þarf í eitt stöðugildi auk þess sem lagt til að setja sig á fót miðborgarsjóður og því fyrirliggjandi að kostnaður þessar 30 milljónir sem fara í sjóðinn á ári auk eins stöðugildis verkefnisstjóra. Fyrirvarinn sem gerður var að kostnaður fari ekki úr böndunum og jafnframt bent á að kostnaður meiri með þessu fyrirkomulagi sem hér lagt til og búið að samþykkja en það sem í dag. En að öðru leyti voru ekki gerðir neinu fyrirvarar við niðurstöðu skýrslunnar, stefnuna eða aðgerðaáætlunina. Og skýrslan og tillögur stýrihópsins voru lagðar fyrir borgarráð 3. nóvember. Það sem til samþykktar var snýr að fyrirkomulagi málefna miðborgar og í 4 liðum. Snýr að skilgreiningu ábyrgðarsviðs, samráði, stefnu og framfylgd með aðgerðaáætlun. Og þessi 4 liðir eru þeir að stefna málefni miðborgar byggð á áskorunum, tækifærum og fyrirliggjandi stefnumótun
var samþykkt og þessi stefna verður leiðarljós vinnu verkefnisstjórnar miðborgarmála. Aðgerðaáætlun um málefni miðborgar var samþykkt og verkefnisstjórn sem skipuð verður ber ábyrgð á framkvæmd áætlunarinnar. Síðan það skipan verkefnisstjórnarinnar til 3 ára. Verkefnisstjórnarinnar að gera sér starfs- og verkefnaáætlun til 1 árs í senn og að 3 árum liðnum skal þetta fyrirkomulag endurmetið, bæði fyrirkomulag verkefnisstjórnarinnar og verkefni hennar. Og svo var að lokum samþykkt að skipa verkefnisstjóra sem starfi með verkefnisstjórninni og skal hann vera staðsettur á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og heyra undir embætti borgarritara. Eins og ég segi þá var þetta samþykkt samhljóða og ber að þakka kærlega fyrir það og þá góðu samstöðu sem að ríkti þessa vinnu. Það auðvitað svo að miðborg Reykjavíkur er í senn miðja stjórnsýslu á Íslandi, miðja atvinnu og verslunar og veitingastarfsemi, söguleg, menningarleg og samfélagsleg miðja landsins og það hefur verið hér mikill uppgangur og uppbygging í höfuðborginni ásamt verulegri aukningu í ferðaþjónustu og þetta hefur haft mikil áhrif á mannlíf og ásýnd í starfsemi miðborgarinnar og svona áhrif á svæði hennar enda þetta fjölsóttasti ferðamannastaður landsins og það fyrir séð að á komandi árum haldi miðborgin áfram að breytast, uppbygging haldi áfram og fjölgun ferðamanna jafnvel að aukast áfram, svo mörgum þykir nóg og þetta hefur áhrif á alla innviði miðborgarinnar, umhverfi hennar og mannlíf. Og í þeim tilgangi þá er mikilvægt að huga vel að utanumhaldi málefnum miðborgarinnar í stjórnkerfi borgarinnar og stýrihópurinn og þessi stefna skipuð til að koma með tillögur að því. Meginverkefni var að skoða framtíðarfyrirkomulag málefna miðborgarinnar stjórnkerfisborgarinnar sem á formlegt fyrirkomulag samstarfs og samráðs við íbúa, rekstraraðila og aðra hagsmunaaðila í miðborginni. Og það auðvitað mikilvægt að átta sig á því að hagsmunaaðilar í miðborginni eru gríðarlega margir, þeir eru mjög ólíkir, þeir hafa að nokkru leyti ólíkar þarfir en þó nú svo að ég held að metnaður allra standi í sömu átt, það að gera miðborgina að líflegum og áhugaverðum stað til að vera á, góðum stað til að búa á og þetta stað þar sem gott er að stunda atvinnurekstur. Ég ætla að skauta hér yfir innihald skýrslunnar sem ég segi er hér til umræðu, hefur þegar verið samþykkt í borgarráði og við settum okkur í raun og veru settum þetta í svona 5 lykilatriði sem að við nefnum leiðarljós í stefnu málefnum miðborgarinnar. Það heildstæð miðborg allra, veltengd og vistvæn miðborg, aðlaðandi miðborg og fjölbreytt miðborg. Undir hverju leiðarljósi voru sett lykilmarkmið. Hvað var það heildstæða miðborg, þá var það skilvirk stjórnun, markvisst upplýsingaflæði, einfaldar reglur, skýra boðleiðir, virk samvinnu og samráð, samstilltar rannsóknir og heildrænar áætlanir. Í miðborg allra er markmiðið að rödd allra heyrist, allir beri ábyrgð og hönnun nýtist öllum. Aðlaðandi miðborg, þar það lifandi mannlíf, öflugt íbúasamfélag, verslun og veitingar, saga og menning, öryggi, heilnæmt umhverfi og vandaður arkitektúr. Veltengd og vistvæn miðborg, það eru vistvænar leiðir og lausnir og sterkir og vel nýttir innviðir. Og síðan hvað varðar fjölbreytta miðborg, leiðarljós og markmið þar það fjölbreytt starfsemi, fjölbreytt þjónusta, fjölbreytt atvinna, fjölbreytt mannlíf og fjölbreytt rými. Til þess að uppfylla öll þessi metnaðarfullu markmið þá þarf auðvitað að liggja til grundvallar
aðgerðaáætlun og hún útlistuð í raun og veru undir hverju einu leiðarljósi í skýrslunni og ég ætla að nefna nokkra punkta úr þessari aðgerðaáætlun fyrir hvern lið. Hvað varðar heildstæða miðborg þá aðgerðirnar helstar þær að móta og stofna og hafa umsjón með samráðsvettvangi miðborgina, undirbúa og undirrita miðborgarsáttmála sem samfélagssáttmáli miðborgina sem Reykjavíkurborg, íbúar, rekstraraðilar, fasteignaeigendur og stofnanir miðborginni verða aðilar að, vonandi sem flestir. Stofna og hafa umsjón með miðborgarsjóði sem veiti styrki á grundvelli skilgreindra markmiða og áhersla stefnunar. Efla miðborgartengdar rannsóknir, halda miðlægt utanum og samræma skráningu starfsleyfa og rekstrarleyfa og gera upplýsingar mismunandi leyfi aðgengilegar og í raun og veru efla upplýsingagjöf almennt. Hvað varðar miðborg allra þá aðgerðaáætluninni, þá segir í henni að það eigi að taka þátt í innleiða aðgengisáætlun borgarinnar sem í vinnslu, setja reglur eða samningsákvæði við verktaka varðandi uppbyggingu til að skýra skyldur og hámarks umfang þeirra á uppbyggingartíma, bæði í tíma og rúmi, tryggja framkvæmdaraðilar notist við forskrift upplýsingamiðlun og uppbyggingarsvæðum líkt og kveður á í notendaleyfum. Fjölbreytt miðborg sem auðvitað töluvert lykilatriði, þar kveðið á að gera tillögu að svæðum þar sem starfsemiskvótar skuli gilda til að stuðla að og viðhalda fjölbreytni og þetta skal verkefnisstjórnin vinna í samráðum við umhverfis- og skipulagssvið og ráð í tengslum við breytingar á miðborgarkafla aðalskipulagsins. Bæta við ákvæði í samningsmarkmið og skipulagsáætlunina þar sem kveðið á að aukin umsvif í ferðamennsku og uppbyggingu borgarinnar ýti ekki undir einsleitni og ryðji ekki burt mikilvægri þjónustu við íbúa, menningarstarfsemi, svo sem tónleikastöðum, galleríum og fleira. Hér gæti dæmi verið að taka tillit til þessara þátta þegar uppbyggingaraðilar að sækja breytingar á skipulagi, þá mikilvægt sé litið til þessara þátta, hvort að þar sé með þeirri uppbyggingu verið að reiðja út mikilvægri starfsemi og markmiðið augljóslega fyrst og fremst að halda fjölbreytni og miðla upplýsingum mismunandi þjónustu sem skilvirkastan hátt. Hvað varðar aðlaðandi miðborg þá erum við nú að tala svona að efla og fegra heildarásýnd með því að virkja sem flesta aðila til samstarfs, það samábyrgð, efla öryggi með sama hætti, kanna möguleika á að efla þau svæði þar sem gilda skilmálar lifandi götuhliðar, það er raun og veru að stækka aðeins svona hina lifandi miðborg og ýmislegt fleira. Þetta er nú allt tíundað ítarlega í stefninu og ég ætla ekki að lesa upp hverja aðgerð fyrir sig, til þess hef ég bara ekki nægan tíma hér. Síðan er það veltengd og vistvæn miðborg og þar er auðvitað kannski samgöngumálin ofarlega, gera heildræna samgöngu og samgönguáætlun og samgöngumátagreiningu. Og það er umhverfis- og skipulagssvið sem myndi vinna það ásamt skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Við viljum að sé stuðla að því að götur í miðborginni verði endurhannaðar með áherslu á að umbreyta hreinum akstursæðum í áhugaverð og gönguvæn miðborgarrými með fjölbreytt hlutverk og fleira. Mér langar líka aðeins að nefna að það er talað að þróa sumargötur og göngugötur frekar og vinna framtíðarstefnu og áætlun aðrar göngugötur og ég held að það sé tímabært að við förum að skoða þann möguleika hvernig reynslan hefur verið undanfarin ár, hvernig við eigum að þróa þessar göngugötur á næstu misserum. Nú og síðan er hér fjallað töluvert svona það sem við köllum smartvæðingu en þar er auðvitað miðborgin í lykilhlutverki. Nú við stefnan kveður á að það verði efnt til formlegs samráðs miðborgina sem fer fram á samráðsvettvangi miðborgarinnar og þar er markmiðið að skapa aukna yfirsýn og markvissari upplýsingamiðlun milli hagsmunaaðila. Samráðinu er skipt upp í 3 stig. Það fyrsta stig er það sem að snýr að verkefnisstjórninni.
fundir verkefnisstjórnar í raun og veru og þar eru fulltrúa borgarinnar auk fulltrúa ákveðinna hagsmunaaðila sem að munu sitja í fundi þessara verkefnisstjórnar. Síðan ákveðið árstíðabundið samráð, ársfjórðungslegt þar sem fleiri aðilar koma að og síðan árlegt samráð. Og umfjöllunarefni þessara mismunandi stiga í raun og veru að fyrsta stigi og það þéttasta, það hið daglega miðborgarlíf, mannlíf og næturlíf, umgengni og umhirða, bingasvæði og staða framkvæmda, ferðir fólks, ásýnd og öryggi. Í næsta stiginu, þar miðborgarlandið svona til umræðu, þar bætast við leyfisveitingar og eftirlit, stærri framkvæmdir, starfsemi og viðburðir og svo á hinum árlega vettvangi þá það stefna og sýn. Þar koma hagsmunaaðilar saman og skoða áskoranir og tækifæri, styrkleika og veikleika og markmið og leiðir. Það eitt lykilatriði í þessari stefnu þessi miðborgarsáttmáli sem ég nefndi áðan og þar markmiðið að ná sameiginlegum skilningi á því hvar ábyrgð hvers og eins liggur og fá í raun og veru alla aðila sem að eiga hagsmuna að gæta í miðborginni til að sameinast það að axla í raun og veru þar ábyrgð og styrkja bæði stöðu sína í miðborginni en skapa jafnframt ný tækifæri til framtíðar og þarna leggjum við áherslu á að sáttmálinn í raun og veru leiði til þess að fleiri taki virkan þátt í því að viðhalda miðborginni og efla hana sem svona áhugaverðan stað. Þetta bæði með þrifum, snjómokstri og bara svona almennri umgengni og hegðun. Miðborgarsjóður, hann auðvitað ákveðið lykilatriði hér. Þar markmiðið að efla hagsmuna- og grasrótarsamtök sem að vinna að eflingu miðborgarinnar, stuðla að því að miðborgin sé áhugaverður og spennandi áfangastaður fyrir íbúa borgarinnar og landsmenn, ekki síður en erlenda gesti, og stuðla að fjölbreytni. Þarna hægt að veita verkefnastyrki til hagsmuna- og grasrótarsamtaka, hópa, einstaklinga og fyrirtækja sem vilja vinna að eflingu miðborgarinnar. Það hægt að gera þjónustusamninga til allt að 3 ára, en það í raun og veru starfstími verkefnisstjórnarinnar rekstur eða viðvarandi verkefni hagsmuna- og grasrótarsamtaka, hópa eða einstaklinga sem vinna að eflingu miðborgarinnar og hægt að veita styrki til rannsókn og greininga á miðborginni sem eru í samræmi við markmið aðalskipulagsins að greina, skrá og vinna úr upplýsingum þróun miðborgarinnar. Og þessi sjóður auðvitað ákveðin svona lykilatriði. Ábyrgðarsvið verkefnisstjórnarinnar, það í raun og veru að efla samráð og samtal ólíkra aðila, tryggja reglubundin samskipti, rekstraraðila og annarra hagsmunaaðila, efla samvinnu og hafa yfirsýn rannsóknir og slíkt og auk þess verkefni svo sem ýmis en einnig svona óformlegt gæðaeftirlit í miðborginni. Verkefnisstjórnin ræður sér verkefnisstjóra og til að fylgja eftir þessari samþykktu stefnu og hann starfar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og ábyrgðarsvið hans í raun og veru að vinna í umboði borgarritara og í samstarfi við verkefnisstjórnina framgang og framfylgd þessarar stefnu. Þegar hefur verið auglýst eins og ég sagði eftir þessum verkefnisstjóra og ég vonast til að það verði margar og góðar umsóknir það og það verður fyrsta verkefnisstjórnar á nýju ári að ganga frá þeirri ráðningu eða sem reyndar á hendi borgarritara sem reyndar verið að fara að ráða líka á næstunni. En eins og ég segi, stefnan og aðgerðaáætlunin eru ítarleg, þetta eru metnaðarfull markmið sem þarna eru sett fram en við í stýrihópnum teljum að þarna það sé raunhæft að ná þessu fram. Við erum sannfærð, eða ég það allavega og ég held að aðrir sem samþykktu þetta hljóta að vera það líka, sannfærð að við munum ná betri tökum á málefnum miðborgarinnar, við munum ná breiðari sátt það sem framfer hér í miðborginni og við munum náttúrulega fyrst og fremst ná fleirum inn í það samstarf
að efla þessa miðborg, viðhalda fjölbreytninni og bæta hana enn frekar. Og það kannski má segja að svona eitt lykilþátturinn í þessu auðvitað að koma í veg fyrir að þetta verði mjög einsleitur staður með mjög einsleitri starfsemi og kannski fáum stórum rekstraraðilum sem að myndu dreifa sér yfir allt miðborgarsvæði. En skýrslan liggur hér fyrir í gögnum. Það var heilmikið umsagnarferli sem við fórum í. Hún var til umsagnar í vor og sumar í 6 vikur. Bárust margar góðar ábendingar sem að var tekið tillit til. Hún var birt í drögum, tekið tillit til ábendinga og þess sem kom fram í umsögnum. Og skýrslan verið löguð áður nú að lögð fram og skilað í endanlegri mynd og ég held að það verklag hafi verið mjög vel lukkað að mörgu leyti. En enn og aftur þá þakka ég kærlega fyrir þeim sem að koma að þessari vinnu, stýrihópnum alveg sérstaklega og ráðgjafa og ritstjóra skýrslunar, Önnu Maríu Boðadóttur. Takk fyrir kærlega. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara svona að koma hér upp sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs og fagna þessari skýrslu. Þetta hefur tekið þó nokkuð tíma eins og von það eru mörg horn að líta, margir hagsmunaaðilar og mörg sjónarhorn og hagsmunir fara ekki alltaf saman eins og borgarfulltrúinn Björn Blöndal rakti hérna áðan. En það vissulega rétt að það hefur verið dálítið erfitt að þarna hafa mikilvægir hópar stundum einhvern veginn talað út og suður og þá ég til að mynda að tala ákveðinn hóp kaupmanna við Laugaveg og víðar og síðan íbúan í hverfunum og svo ferðaþjónustuna. Og það lýtur að göngugötum, sumargötum, það lýtur að umferð rútana miðborgarsvæðið og þannig að það ekki alveg heiklum hent að svona fá alla þessa aðila að borðinu og fá þá bókstaflega sömu blaðsíðuna og ég held að það sé dálítið mikil undirbúningsvinna og áætlunargerð sem liggur þá fyrir núna og mun verða mjög hjálpleg held ég. Af því að þá má segja að það kerfi sem hefur verið með annars vegar íbúðasamtök og síðan samtök kaupmanna sem eru nú reyndar klofin allavega á Laugaveginum að það svolítið barnsins tíma. Við lifum núna í miklu flóknara og alþjóðlegra samfélagi. Og þannig að ég fagna því og öllu því sem hefur komið fram í þessari skýrslu og ágætri tölu borgarfulltrúans. Ég bara svona vil minna á það að gefnu tilefni að það ítarlegur kafli miðborgina í aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 og þar gert grein fyrir því að miðborgin alls konar og hún margvísleg, það ferðamannamiðborgin, menningarmiðborgin, menntamiðborgin, hafnamiðborgin, hafnarmiðborgin fyrirgefið og þannig mætti lengi telja þannig að miðborgin ekki bara eitthvað eitt og það líka vakin athygli á því að það séu blikur á lofti eða það sé greinileg þróun það að miðborgin sé að stækka í allar áttir, hún að stækka til vesturs í átt að höfnina og kannski að Héðinsreit og teygir sér langleiðina vestur að Hringbraut, Héðinshúsi, Héðinshús og húsi Jóns Loftssonar sem kallað og svo teygir hún sig svo sannarlega austur átt upp á Hlemmur að verða heitt miðborgarsvæði, þar hefur átt
átt sér stað gríðarlega mikil uppbygging og enn í gangi. Við vorum allavega 2 eða 3 hér borgarfulltrúar sem að vorum viðstödd þegar að voru vígðir 9 stúdendagarðar með 102 frekar en 103 frábærum íbúðum og herbergjum við Ásholt eða Skipholt. Þar hefur tekið sérlega vel til og svo maður auðvitað nefna að Búseti eins og frægt er að byggja mjög flott heilt hverfi í Einholti Þverholti 220 íbúðir og búsetu forminu. Og svo það, þetta getum við sagt austur-vestur ás miðborgarinnar og svo það suður ásinn sem hefur kannski þróast aðeins hægar og þá erum við að tala að miðborgin tegi sig líka í áttina vestur í háskólan sem fullkomlega eðlilegt að háskólasvæði sem alveg jaðar miðborgarsvæðisins sé hluti miðborgarinnar. Og þar þetta ein allsherjar gjá milli reyndar og svo gjá heitir Hringbraut og það mál sem að ég held að þurfi að skoðast mjög vel núna sem allra fyrst hvernig þetta gera umferð gangandi vegfarenda þar yfir Liðúri. Þannig að þá erum við sem sagt komið með miðborg sem liggur frá austri til vesturs og norðuri til suðurs og verður þá býður upp á alls kyns möguleika. Mér langar líka aðeins að áður en ég fer í svona það sem að, hvað við segja, umhverfis og skipulagssvið að gera í miðborgarmálunum þessi misserin, að þá langar mig að rifja þó það upp og setja þessi málefni í svona aðeins stærra sögulegt samhengi. Nefnilega það að þessi skýrsla sprettur fram á allt öðrum forsendum heldur en kannski sambærilegar skýrslu fyrir 20-30 árum. Fyrir 16 árum eða svo var sett af stað hér þróunaráætlun fyrir miðborg og þá voru settir starfsemiskvótar. Og það var fyrst og fremst gert til að vernda verslun við Laugaveg og Skólavörðustíg og þá þannig að 70% jarðhæða við þessar götur áttu að vera verslanir, aðeins 30% eitthvað annað. Þetta auðvitað veruleg inngrip inn í eignarréttinn. En þetta hefur svo sannarlega sannað sig og svo starfsemiskvótar öðru tagi sem að snúast að það megi ekki vera meir en 50% við sama götu af sömu starfsemi. En þetta sem sagt kom til ekki af góðu, svo má segja, því að þetta var til vegna þess að menn höfðu fulla ástæðu til að óttast að verslun væri meira og minna að leggjast af í miðborginni. Hún hafði meira og minna lagst af þá þegar árið 2000 í Kvosinni og hún var mjög erfið á Laugaveg. Við munum það, mörg okkar allavega, að það voru árlegar fréttur það að það væri svo og svo mörg verslunarbil auð við Laugaveg og það væri svo og svo mörgar verslanir farnar á hausinn við Laugaveginn. Þetta voru árlegar fréttir og þannig að þetta kvótakerfi sett á þess vegna. Núna snýr þetta svolítið öðruvísi við og áður en ég fer inn í það langar mig aðeins að rifja það upp að þessi þróun þegar það hverfur hér allt út úr miðborginni gerist ekki sjálfu sér, það ekki náttúrulögmál. Það þróun sem að stundum hefur verið kallað andborgarskipulagið og það þetta fræga skipulag kennt módernismann sem að tekur gildi hér 1966 og þar hugmyndin svo og skipulagið gengur út á það að aðalatriðið í borgunum sé að byggja hraðbrautir fyrir bíla og aftengja þetta samband sem alltaf hafði verið á milli gatna og húsa. Það samband rofið, húsin flutt tiltölulega langt frá götunum og allt gert til þess að eins og var kallað frjálst flæði umferðarinnar væri sem best og þá skiptu fjarlægðir engu máli af því að bílarnir urðu svo hraðskreiðir sem vissilega urðu en þessi skipulagsstefna skildi eftir mjög auðnarlegt borgarumhverfi og það sem gerðist hér líka var það ef við skoðum tölur og ég skoðaði bara í huganum að ég man þær að árið 1950 byggu 60.000 manns í Reykjavík og þá voru það helmingur þar að segja 30.000 byggu innan gömlu hringbrautar og Snorrabrautar og 30.000 þá utan hennar.
1980 sem sagt hafði þetta breyst þannig að þá var held ég 20.000 innan gömlu Hringbrautar og 60.000 utan og 1995 ef ég man rétt að þá var það komið þannig að það var 13.000 innan gömlu Hringbrautar í henni eiginlegu miðborg. Og af þessu sér maður það meðal annars að, já í dag þetta held ég þannig að það ennþá 13.000 sem búa þessu svæði en yfir þá það væntanlega 107.000 eða 110.000 sem að búa utan Hringbrautar. Þannig að þetta hefur gjörbreyst og til að aðeins að rifja það upp og það má kannski biðja fundarmenn það að þessi sem sagt kalla fram í hugan ljósmyndir sem að hafa verið birtast til dæmis á ljósmyndir.is af gömlu miðborginni, af Skólavörðuholtinu, sunnanverðu og norðanverðu og víða í gamla Vesturbænum. Þar eru öll, svona frá 1975, þar eru nánast öll gömlu timburhúsin sem okkur finnst þetta svo mikilvæg og merkileg á að líta eins og ryðgaðir timburhjallar. Því að það sem að gerðist var að miðborgin tæmdist af fólki og öll fyrirtækin fóru út úr miðborginni. Það átti sér sem sagt stað á þarna ákveðnu tímabili tvöfaldur fólksstraumur sem að stend í tvær áttir, annars vegar til borgarinnar og hins vegar út úr borginni. Það sé út úr miðborginni. Breiðholtið byggist á stórum hluta upp, ekki á fólki sem að kemur utan að landi, heldur fólki sem að fer úr borginni. Og ef við rifjum aðeins upp að þá má halda því fram með góðum rökum að áratugirnir á milli 1930 og 1970 hafa verið blómaskeið miðborgarinnar í Reykjavík. Reykjavík var á þessum tíma lítið annað en miðborg og þá var miðborgin svo sannarlega miðstöð verslunar, iðnaðar og þjónustu og hér var helsta kaupskipahöfn landsins. Eimskip var með sínar höfuðstöðvar í Pósthússtræti, skipadeild sambandsins var við Sölvhólsgötu og ríkisskip við Tryggvagötu. Landsmiðjan var starfrækt við Sölvhólsgötu, vélsmiðjan Héðinn var við Seljaveg og vélsmiðjan Hamar við Tryggvagötu, trésmiðjan Völundur við Klappastíg, ost- og smjörsalan við Snorrabraut og þannig mætti lengi telja og nefna byggingavöruverslanir, heildsölur, tryggingafyrirtæki, banka, ritstjórnir fjölmiðla, ríkisútvarpið, kaffihús, bakarí, skólar, leikhús og bíó, 5 eða 6, miðborgarbíó, nýja bíó, stjörnubíó, Austurbæjarbíó, gamla bíó og Hafnarbíó við Hverfisgötu. Man einhver eftir að fara í Hafnarbíó. Það einn sem að tveir nægilega gamlir til að hafa upplifað þann mikla unað sem að þar var oft á tíðum. Allavega, ég nefni þetta vegna þess að þetta gleymist stundum að Reykjavík var ekki alltaf eins og hún núna heldur var hún í allavega 4 áratugi þétt miðborg með gríðarlega mikið af þjónustu, menningarlegri, menntalegri og öll fyrirtæki, heildsalar og allt svoleiðis. Og síðan tekur við þetta skipulag þar sem að borgin dreifist út allt og miðborgarfyrirtækin flytjast og dreifðust út allt inn í Múla, inn í Skeifu, inn í Sundahöfn og upp á Ártúnshöfða og það var þetta til þess að starfsfólk þessara fyrirtækja hvarfur við miðborgin og sótti þá ekki lengur þjónustu, þurfti til dæmis ekki lengur að fara til Hárskerans í miðborgin eða sækja eitt eða neitt, verslun hvarf næstu í alfarið, úr Kvosinni og inn í Kringlu og síðan inn í Smáralind og sem sé miðborgin tæmist nánast af fólki á árunum, við getum sagt kannski fyrst og fremst milli 1970 og 1900 og 2000. Og það sem að núna að gerast hins vegar að miðborgin fyllast aftur af fólki en það ekki endilega fólk eins og við, þar að segja fólk sem að talar þetta skrýtna tungumál sem heitir íslenska og á sér sameiginlegar minningar sem Íslendingar heldur fólk allstaðar af úr heiminum. Og það sem að gerast það að miðborgin hefur
aftur orðið og fengið gríðarlega mikið segulmagn, og það snýst meðal annars sést bara á fjárfestingum. Þeir sem eiga peninga og vilja ávaxta peninga sína, þeir eru að fjárfesta milljörðum og aftur milljörðum á miðborgarsvæðinu. Það verið að byggja eða fara af stað uppbygging á 170 íbúðum við Vesturbyggð, 150 íbúðir sitt hvoru megin við Geirsgötu, 500 íbúðir við Hverfisgötu, og það var verið að opna Hljómalindareit daginn. Það eitt dæmi, það eru þetta bara 30 íbúðir en hótel, og það svona held ég dæmi sem hefur tekist afar vel og verður afar mikilvæg fyrirmynd það hvernig hægt að styrkja miðborgina, hvernig þetta að gera miðborgin aftur alvöru miðborg, þar sem að býr fullt af fólki, þar sem fullt af fyrirtækjum og þar sem mikið mannlíf á götunum. Og já, ég ætla ekki að við oft gert það áður, talið upp Brynjureit og Frakkastíg og Barónstíg og svo Einholt Þverholt, þar sem vorum áfram, 350 íbúðir við Kirkjusand, pluss Vatnsmýrarsvæðið, þar sem byrjað að byggja 600 íbúðir á Hlíðarenda, og síðan stúdent- og vísindagarðasvæðið við Háskóla Íslands. Þannig að málið það núna að það orðin svo mikil aðsókn í þetta svæði borgarinnar, þar sem stóð yfir fólksflótti í einhver 30-40 ár, flótti fólks og fjármagns notabenni. Nú svo mikið aðstreymi fólks og fjármagns á þetta sama svæði að það þarf að grípa til alls kyns ráðstafana til þess að það fari nú allt vel og til þess að það verði til farsæll farvegur, og ég held að þessi skýrsla sem var kynnt áðan sé mjög mikilvægur liður í því. En það sem ég rauninni að koma að með nokkrum mörgum orðum það að vandaskildi kalla sem við stöndum frammi fyrir í rauninni sprottin af einhverju sem í rauninni fagnaðarefni. Það fagnaðarefni að svona margir hópist inn í miðborgina og svona margir vilja starfa og búa. Mér langar að nefna nokkra hluti í þessu samhengi, af því að þetta hefur komið og kemur hvað eftir annað til kasta umhverfis- og skipulagssviðs. Og ég ætla að nefna hér nokkra þætti, og það lítur meðal annars að breytingum eða leiðréttingum á aðalskipulaginu, og þá fyrst til að telja takmörkun á hótel- og gististaði í miðborgarkjarna sem kallast M1A, sem í megindráttur Laugavegur og nágranninn hluti Skólavörðustígs og Kvosinn. En þarna í þessu tilviki verið að tala hinn sögulega kjarna við Laugaveg og Skólavörðustíg, og hugmyndin að setja upp kvóta og uppbyggingu hótel- og gististaða við Laugaveg og Skólavörðustíg sem sé. Sambærilegt því sem gert var í Kvosinni, því að það var gert fyrir 3 árum að við settum kvóta á uppbyggingu hótel á Kvosarsvæðinu og miðum við 23%. Það mætti ekki vera meira en 23% af byggðum fermetrum í Kvosinni hótel. Og þá ætla ég að vekja athygli á því að þetta kvikur kvóti í þeim skilningi ef það eykst á húsnæði öðru tagi, og þá á að fara að byggja hér sem sagt stórt skrifstofuhúsnæði fyrir Alþingi, hér beint á móti okkur, og þá náttúrulega verður til örlítið meira pláss fyrir fleiri hótelherbyggi. Þannig að þetta sem sagt, og ég held sé allt í lagi að því kvótar bara þannig, þeir hljóta að breytast með samfélaginu, en þá það svona tæknilegs eðli, hver fær þá þessum fermetrum, þessum hótelherbergjum útdeilt og eftir hvaða reglu á að vinna til að fullra sanngirni sé mætt. En sem sé aðalatriði þetta til þess að forðast einsleitnina sem var minnst á hér áðan, að hún verði of mikil, og þá verið að íhuga það í fullri alvöru að setja sambærilegan hótelkvóta á Laugaveg og Skólavörðustíg. Það reyndar í nýja aðalskipulaginu reyndar verulega mikil takmörk á uppbyggingu hótel í íbúðahverfum, það raunar útilokað, var það ekki áður. Það einnig verið að endurskoða heimildir veitingu og gististaði,
reyndar fyrir alla borgina og þar einkum beint sjónum að aðalgötum innan íbúðarbyggðar og sérstaklega íbúðarbyggð í grennd við miðborgina þar sem mannfjöldin mestur og mest ásókn í gististaði og veitingastaði og sem sagt á svokölluðu svæði M1C, en það þessi miðborgar kjarnasvæði sem M1A, M1B og M1C og það myndir af þessu öllu saman og það mismunandi skilgreiningar á þessu og mismunandi landnotkunar heimildir. Og þegar maður sá þetta fyrst fannst mann þetta allt voðalega tæknilegt og flókið, en það alltaf að koma betur og betur í ljós hversu skynsamlegt það var að skipta svæðin upp í nokkur hólf og vera með mismunandi skilgreiningur og mismunandi heimildir. Eins verði ég ævinlega þakklátur fyrir það að því ég kom nálægt gerð aðalskipulagsins. Það bara svona málsgreinar eins og þar koma fyrir að jarðhæðir húsa í kvosinni skuli vera virkar og lifandi. Ef að þessi setning hefði ekki verið þarna, þá kæmist menn upp með það að vera til að mynda með hótelherbyggja öllum jarðhæðum hótela og þá væri þar ansi dauft að litast og dauðar miðborgargötur. Allavega, það þriðja sem ég ætla að nefna í þessu skipulagi að það hafa verið kynnt drög að breytingu á aðalskipulaginu, breytingu sem að auka við heimildur íbúðarhúsnæði í miðborginni til að stemma stigu við áhrifum á ferðamannavæðingar á íbúðarsamfélagið, nær íbúðarsamfélagið í miðborginni og stuðla að jafnvægi í hverfissamfélaginu. Og það stefnt að því að samþykkja þessa tillögu í janúar. Og þá má nefna fleiri atriði í miðborgarstefnu hafa verið til umfjöllunar og samanber það að það var boðað var í verklýsingu í febrúar 2016 skerpingu og reglum og stefnu götuhliðar og stýringu sem ég gat áðan og starfsemi á jarðhæð og drög að tillögum í þá verum voru nefndar verða sennilega kynntar fljótlega á næsta ári. Það var haldinn fundur hér, ágætur fundur sem að íbúasamtök miðborgarinnar héldu í hinni frábæru spennustöð við Austurbæjarskóla og ég var fenginn þar til að vera frummælandi og ég sé að forseti þingsins orðinn nokkuð ógnandi hér með hamar í hönd. Hvað ætlar forsetann að gera þennan hamar? Ok, grunaði það. En allavega þá hélt ég geti tala miklu lengur en ég ætlaði að nefna það að það sérstakur hópur sem núna að vinna því í mjög góðu samráði við íbúa, hagsmunasamtök, kaupmenn og ferðaþjónustuna það að koma hömlum á alla þessa rútuumferð. Og það vill svo vel til að nú eru komnar tillögur frá samræmdar tillögur frá íbúðasamtökunum og ferðaþjónustunni sem ég held sé frábært. Takk. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég bara ætla reyndar að haga því þannig að tala fyrst málefni miðborgar eins og þau blasa við mér sem bæði íbúa og þátttakanda í alls kyns málþingum og bara samtölum og sitjandi í hverfisráði. Áður en ég fer yfir í skýrsluna sem liggur líka fyrir. Þegar maður fer yfir þessa punkta og skoðar hvað íbúasamtökin og bara íbúar að skrifa og annað, þá þetta heilmargir punktar og mér langar að fara bara að reyna bara hratt yfir því að þetta auðvitað margt svipað og fram hefur komið í máli þeirra borgarfulltrúanna Sigurður Björns Blöndal og Hjálmar Sveinssonar hérna áðan. Til að byrja með þá hefur verið kvartað yfir því að það sé skortur á samráði í skipulagsmálum. Að íbúar viti ekki og sé erfitt að fá upplýsingar hvað að gerast. Þær berist of seint og fólk skilur ekki og verður einhvern veginn ekki vart við
hvað að fara að gerast í bara næsta nágrenni þeirra þegar það flytur inn eitthvað, það tíminn of langur og það allt of erfitt að finna þessar upplýsingar. Svo hefur verið kallað eftir því að fá að vita hvar hverfisskipulagið fyrir miðborgina statt. Og nú veit ég ekki, ég set nú ekki í umhverfis- og skipulagsráði, þannig að ég eiginlega varpa því bara inn á fundin að svara því ef að þau svör eru til. Þá finnst íbúum auðvitað nauðsynlegt og maður finnur það að það svona komið að þolmörkunum hjá þeim. Hvað var það ferðamannastrauminn, mörgum hverjum, og það kallað eftir því að borgin bara fari gagngert að leita leiða til að dreifa í raun og veru ferðaþjónustunni í önnur hverfi og svona. Og ég veit auðvitað þetta eitthvað sem í gangi aðskipulunum með kvótunum og þetta svona eitthvað staðar, en ég svona að fara eiginlega yfir þær ábendingar sem ég hef allavega tekið til mín í gegnum þessi samtöl og bara lesturinn. Þá bara alltaf mikið rask. Það rosalega mikið álag í miðborginni vegna framkvæmda og framkvæmdirnar ná oft svona langt út á götuna, taka við gangstéttir og annað og það sums staðar bara mjög hættulegt að vera á ferð. Það ofboðslega léleg lýsing á mörgum stöðum, eins og til dæmis það sem að gangstéttirnar hafa farið undir framkvæmdasvæðin og þetta eiginlega ekki boðlegt. Sérstaklega í því skammdegi sem við erum akkurat stödd í núna, þá sér maður alveg hvað þetta getur verið bara hættulegt fyrir börn á leið í skólann og fyrir bara fólk sem að labba Tala ekki það ef það ekki svona þekkir vel til og svona einhvern veginn eins og bara ferðamennirnir. Svona, þá verður það ennþá meiri líkur að verði keyrt á það af íbúum hverfisins. Þá kvartað yfir því að Reykjavíkurborg leyfi að það sé byggt alltaf stórt í smágerðri byggð eins og kom fram í áskorun til borgarstjórnar frá íbúasamtökunum í miðbænum. Þetta eitthvað sem ég veit ekki, ég veit ekki hvernig á að meta, við erum auðvitað með ákveðnar reglur í aðalskipulaginu, en það samt eitthvað, við sátum nú daginn fulltrúar velferðarráðs á fyrirlestri sem ég veit að fleiri hafa fengið, sálfræðilega endurheimt, þar sem var til dæmis fjallað það skipti verulegu máli að skilja og það væri raun og veru hægt að vinna vísindalega með það í hvernig umhverfi fólk vildi helst búa og í hvernig umhverfi fólk verður síður fyrir streitu og alls kyns svona félagslegum sjúkdómum sem við erum nú ofta glíma við og höfum verið að setja fram tillögur. Þannig að það ætti að taka mark á þessu og ég svona fara í gegnum það hvað þau eru að meina. Já, þá líka kvartað við því í þessari áskorun að byggingarmagn sé oft stór aukið á lóðum og ég get ekki svarað þessu sjálf en kannski vill Hjálmar fara yfir það, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs, hvort það sé til eitthvað í þeirri fullyrðingu að séu mikil brögð að því að sé verið að stórauka byggingamagn frá því deiliskipulagi sem gildir og það sé byggt hærra og byrt meira fyrir sólarljós þegar verið að koma nýjum framkvæmdum fyrir og það sé, svo auðvitað þessi punktur með ónæðið og skemmdir á húsum þegar verið að sprengja og fleiga eitthvað niður í klöppina og ég veit það ekki, ég efast að þær aðgerðir sem var farið í eða þau viðbrögð sem var farið í við tillögu borgarfulltrúans Hildar Sverrisdóttur sprengingarnar eða reglurnar sem giltu þær hafi verið nægar. Ég efast það
og ég held líka að við vitum ekki alveg, við erum að leggja of mikið álag á suma reiti. Ég held að þurfa að skoða þetta betur. Það er nóg eftir, það er ofboðslega mikil uppbygging í gangi og það verður einhvern veginn að svona skoða, þú veist, hvenær sko reglurnar að leyfa framkvæmdaraðilum að stíga bara inn fyrir einhvern svona lífvænlega þröskuld íbúa. Ég held að við verðum að skoða bara meiri alvöru. Og ég eiginlega svona bara óska eftir því að þá umhverfis- og skipulagsráð taki það að sér. Og ekki bara ég heldur íbúarnir í borginni. Já. Þá hefur komið fram hjá íbúasamtökunum sem gerðu nú athugasemdir á sínu tíma við samning bílastæðasjóðs við miðborgina okkar og fóru fram á það að það yrði skoðað og það var gert og ég veit alveg að með tillögunum sem liggja fyrir í skýrslunni þá tekið á mjög mörgum af þessum málum sem ég að rifja upp sem eru þessa samantekt bara frá allskyns áttum. Þá sko hann kemur nú fram hjá þeim í athugasemdum að Reykjavíkurborg hafi í leyfisleysi eða hafi þrátt fyrir að hafa ekki haft heimild til að ráðstafa tekjum bílastæðasjóðs með þessum hætti, það hafi það samt verið gert og svona borgaryfirvöld hafi svona fyrst við að fara eftir athugasemdum umboðsmanns sem auðvitað ekki nógu gott og stendur væntanlega til bóta með breytingunum. Nú veit ég ekki hversu hratt þær munu gangi í gegn. En svo fer það þá aftur í það að maður hugsar aðeins, hver verður framtíð félagsins miðborgarinnar okkar þegar það liggur fyrir að þetta verði ekki hægt. Ég veit að það er tillaga inn í miðborgarskýrslunni miðborgarsjóð sem verður hægt að sækja í, en maður svona velti fyrir sér hvaða áhrif það muni hafa á þeirra starfsemi og hvort það sé eitthvað búið að spá í það og verið einhverju samráði við það félag hvernig í raun og veru framtíðin lítur út, því að auðvitað er óþægilegt fyrir fólk að þegar það er óvissa í kringu svona mál. Það verður eiginlega að fá að vita, þú veist, er búið að hugsa þetta lengra, hvað er verið að tala að leysa félagið upp eða hvað, þú veist, verður alltaf samkeppni, alltaf samkeppni á hverju ári úr sjóðnum á að eða á að halda áfram að reyna að skapa þessa einu rödd sem er svo mikilvæg í miðbænum, sérstaklega meðal kaupmanna, af því að við bara í Reykjavíkurborg í mörg ár glímdi við það að bara raddirnar voru á margar og mjög ósammála. Þannig að það tókst einhvern veginn svona kannski með, ég veit ekki, kannski ekki með nógu afgerandi hætti, ég veit það ekki. En allavega tókst að skapa eitthvað svona vettvang sem að fjallar þessi mál og veitir okkur umsagnir og ýmis mál sem við getum nota til þess að meta hvort að fara í ákveðnar aðgerðir eða ekki. Og það er svolítið mikilvægt að svona draga úr óvissunni ef það er hægt. Svo er það auðvitað ferðamannagistingin í miðborginni sem að bara er mál málanna. Og auðvitað er það svo að það er búið að samþykkja lög sem taka gildi núna áramótin og Reykjavíkurborg á eftir að svona upplifa hverju breyta þessi lög, munum við sjá betri skráningar á skammtímalegu húsnæði, mun þetta breyta einhverju og hversu hratt eða verðum við að gera eitthvað hraðar heldur en kannski
svo þróun, eins og þessi þróun mun eiga sér stað með frumvarpinu með lögum sem taka gildi áramót. Maður orðin svolítið svona óvissum hvort að við séum að gera þetta nógu hratt og nógu kröftulega. Og auðvitað finnum maður það á íbúanum líka og við sem kannski hér sitjum og erum mikið að pæla í þessu, við vitum alveg að það vantar hótelgistingu og vantar uppbyggingu fyrir ferðaþjónustuna og ferðamenn, en við þurfum líka að skilja að við verðum að taka þetta samtal við íbúana. Þú veist, þau í sinni, ég held að verið í ályktun sem send var á okkur öll og þar tala íbúarnir 15%, að verði ekki meir en 15% íbúðarhúsnæðis í skammtímalegu. Og sko, ég veit ekki hver staðan núna í Reykjavík, vegna þess að við bara, skráningarnar ekki góðar. Og við erum svolítið að bíða eftir að lögin taki gildi og skráningarnar fara að skila sér inn, en ég veit ekki, þú veist, hvernig verður eftirlitið, hvernig ætlar Reykjavíkurborg að mæta þessu, erum við með starfsfólk, erum við með tíma, þú veist, hvernig á þetta að virka. Ég einhvern veginn ekki alveg sannfærð þetta sé vel undirbúið. Og ég held að það ætti að leggja svolítið mikla áherslu á að heilbrigðiseftirlitið í Reykjavík, sem ég held að sjá þetta, því leiðrétti með því ef það ekki rétt, fái svigrúm til þess að svona hafa bara sérstaklega mikinn tíma til þess að fylgjast með hvað að gerast, aðstoða fólk við að gera þetta rétt, auglýsa þetta og svona koma í rauninni þróuninni í eins rétt horf fljótt og hægt er, eins fljótt og hægt er. Þá kemur það líka fram hjá íbúasamtökunum að það talið að leið og þessi lög taka gildi, þá verði aukinn þrýstingur á að fá heimildir í flokki 2 og 3, í gististaðaflokki 2 og 3. Og þá verði borgaryfirvöld líka eins að skoða hvort það ekki að bregðast með einhverjum hætti við því. Já, þetta er auðvitað líka, sko, síðast en ekki síst sett fram vegna þess að börnum fækkar í borginni. Og það kannski, sko, því haldið fram að, ég meina, þeim fækkar í Austurbæjarskólanum og þeim fækkar í leikskólanum. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að, svona, fólki finnst að þurfa að bregðast einhvern veginn harðar við og miklu fyrr heldur en hefur verið gert með þeirri stefnumörkun sem að hér hefur verið samþykkt. Og maður svona spyr sig líka, þegar ég skoða nú bara fjöldatölurnar á Hagstofuvefnum í morgun og það er svolítið merkilegt að sjá að, hvað er þetta nú? Að sjá að í 101, sem er svo sem ekki alveg miðborgarsvæði, sem að ekki alveg sama svæði og aðalskipulagsramminn segir, en við getum bara að skoða hann, þá hefur á síðustu 7 árum íbúum fjölgað 744. Það er undir meðaltalsfjölgun. Það er undir sko fjölgunin sem hann á ári yfir landið allt og við erum að tala 101 sem sko hverfi sem að í raun og veru ætti að vera fjölga miklu meira. Þannig að þetta er eflaust rétt upplifun hjá íbúanum og við eigum að hlusta mjög vel á hana og sko fara bara á kaf í það að skoða og kortleggja og vinna og í raun og vera á móti þeim reglum sem að taka gildi áramótin. Því við verðum að fara að skilja betur hvað er í gangi. Og ég held að við séum nú öll sammála það, en hvernig við gerum það auðvitað kannski öðruvísi.
Þá nú aftur, og þetta var nú nefnt hérna áðan, og það þessi umferð langferðabíla hverfið sem að fólki finnst algjörlega óþolandi, truflandi. Það svona, þeir eru að þrátt fyrir að það veri settar hindranir og einhverjar reglur að stóru bílarnir fara ekki, þá finnst fólki að of stóri bílar séu að fara og þeir eru að stoppa og eru fyrir, þeir leggja upp á gangstéttum og þeir svona tróða sér inn í götur sem eru bara einfaldlega of þröngar og of litlar og þetta truflar fólk. Og þeir eru á ferðinni þegar þeir ætti ekki að vera á ferðinni og það verður að aðstoða íbúa við að fá bara næturró. Það verður að gera það. Svo auðvitað þessar áhyggjur að það sé ákveðin einsleitni í þjónustu, allt út í lundabúðum og einhvern veginn allt of lítið úrval öllu. Mér finnst samt að þetta sé nú aðeins að breytast, mér finnst þess að fólk sé nú ánægt með úrval veitingastaða, en það annað með þessar svona ferðamannabúðir sem kannski ekkert svo spennandi fyrir íbúana. Þannig að það svo sem og það eru ágætis tillögur auðvitað eða stefna inn í sem að miðborgarhópurinn var að skila sem að taka á þessu. Allavega svona forma það, hvernig það svo verði gert. Talandi þolmörkin, þá fann ég dæmi sem var fjallað á morgunverðarfundi hjá Arion banka fyrr í haust. Þar var sagt sko að í Barcelona hafi mestu ógnanir í ferðaþjónustu eru yfirleitt náttúruhamfarir eða jarðskjálftar eða eitthvað, þannig að fólk verður hrætt við að koma. En annað þessi þolmörk íbúa, þegar íbúar fara að verða í raun og veru andsnúnir ferðamenn, fara að sýna þeim reiði og óvirðingu og vilja alls ekki hafa þá, eins og gerðist í Barcelona þegar mátti lesa á veggjum út allt bara túristafarið heim og ferðamenn urðu varir við það og það urðu bara mótmæli vegna ölvunar ferðamennsku eins og þetta kallað og bara hávaða og rusli og miklu álagi og að borgin þar væri bara að glata sjarmanum vegna þess að það væri ekkert verið að stýra þessu. Og svo maður auðvitað hugsi yfir því til hvaða aðgerða á þá að grípa. Ég meina ekki vill maður stýra á miklu, allavega ekki ef maður mín megin í pólitík, en við verðum enga síður held ég, að horfa betur ofan í skilyrði íbúana því að þessi staður, miðborgin, hún verður ekki eftirsóttur staður ef þeir hverfa og það verða ekkert nema hótel og ferðamenn sem að ganga göturnar og íbúarnir hverfa. Við verðum að gæta þessu betur en við höfum gert. Þá það líka ógn að fjárfestingar eru ekki nægilegar og það nú bara eins og hér hefur verið að gerast auðvitað í samgöngunum og í götunum og umferð og bara þeir sem einhverju eftir mér á mælendaskrá. Þá ger ég hlé á máli mínu og tek aftur til máls og held áfram ræðunni. Það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það gott að fá aftur tækifæri af því að mér beindust spurningar sem gott að fá frá borgarfulltrúnum Áslaugu Friðriksdóttur. Og þá það fyrst, ef við förum bara svona kerfisbundið í þetta fyrst í sambandi við
hugmyndir eða sögur eða fullyrðingar að það sé verið að stór auka byggingarmagn eins og var orðað á hinum að þessum reitum frá því skipulagi sem fyrir og það vil ég bara leyfa mér að fullyrða að ekki, heldur þvert á móti, það hefur verið farið mikill tími í það hjá umhverfis- og skipulagsráði að reyna að vinda ofan af gömlum heimildum. Og það hefur nú alveg oft tekist ágætlega, samanber hérna hljómalindareitur og fleiri reitir og hérna eitt bara nálægt dæmi hér reitur á horni Lækjargötu og Vonarstrætis, það sem árið 2008 var gerð sú breyting að breyta deiliskipulagi þar sem var ágætt eins og það var skilgreint í Kvosarskipulaginu svonefnda frá 1986 en síðan sáu menn ástæðu til þess að gjörbreyta og auka byggingamagn verulega árið 2008 á þessu mjög svo viðkvæma reit. Og þetta hefur skapað okkur umhverfis ráði bara verulega mikið vandamál. Af því að við erum þetta stjórnvaldsaðgerð sem við getum ekki hunsað eða lýst bara sagt eitthvað okkur finnst ómögulegt. Þetta bara staðir sem stöndum frammi fyrir. Þannig að þetta hefur nú farið ansi mikill tími í þetta en ég vil meina að við höfum, ég var nefnd í hljómvalindareitin áður og ég geti nefnt til að mynda því það nú hugsanlega rættir og eftir það reitur, pínlítill reitur og Hornun og Klappastíg og Veghúsastíg. Þar sem að lóðarhafar þar töldu sig hafa einhvers konar vilyrði það að rífa niður öll hús þar eða bæði húsin og byggja 4 hæða hús eða eitthvað slíkt í staðinn. Ég veit ekki hvaðan það vilyrði kom en það vilyrði virðist hafa verið fyrir hendi árið 2010 þegar ég kom í þetta djóp. Og svo gerist það núna daginn að það var hafnað meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs og einn fulltrúi Sjálfstæðisflokksins höfnuðu tillögu sem að gerði ráð fyrir að gamla húsinu, timburhúsinu svarta á Veghúsastíg 1A yrði rifið. Og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hins vegar lagðist gegn því að hún vildi að þessi heimildir áfram að rífa þetta hús og byggja stærra í staðinn. Þannig að þetta eru svona margskonar og allskonar. Ég geti nefnt líka hérna Hafnartorgið svokallaða þar sem að bæði borg og ríki seldu byggingarétt fyrir held í 4,7 milljarða fyrir 3 árum með ákveðnum heimildum en við í umhverfis- og skipulagsráði höfum lagt okkur öll fram til þess að reyna að fá þessa aðila til þess að byggja lægra en þeir mega samkvæmt skipulaginu. Og ég ætla nú ekki að vera með neitt æsing yfir þessu, ég bara reyna að svara þessu svona skilmerkilega að það ekki þannig og það getur verið að turnbygging sem að leyfð við Frakkastíg, Barónstíg það held ég, rugli aðeins fólk í rýminu en þar þó þannig að þar samkvæmt skipulagi máttu vera 3 turnar en það verður bara 1 í þessu. En þetta ekki þannig og þvert á móti held ég að það sem verið að byggja núna á miðborgarsvæðunum, ég vil kalla endurreisn borgarinnar, endurreisn miðborgarinnar, að þar hafa bæði stjórnmálamenn, bæði meiri og minni hluta að miklu leyti, með einstaka undantekningum eins og ég nefndi áðan, lagt sig alla fram það að reyna að gera það besta úr þeim heimildum sem að lágu fyrir og ekki voru teknar tilbaka nema þá með skaðabóta hótunum. Og ég ætla að nýta tækifæri til þess að lýsa yfir ánægju minni með sigurtillögu uppbyggingu hér á Alþingisreitnum. Mér finnst sigurtillaga Stúdíó Granda frábær og mér finnst að stofa var margoft sannað það að koma með tillögur af byggingum sem að fengu mjög harða dóma í almennri umræðu en hafa síðan reynst frábærar og bara eru mikil borgarprýði, samanber Hæstiréttur og samanber þessi bygging líka. Þannig að mér finnst það mjög gott hjá Alþingi að leita til bara samtíma arkitekta til þess að finna lausn á þessu máli. Og þetta liður í endurreisn miðborgarinnar sem að tæmdist af fólki hér áður fyrr
og svo var það líka þannig að á allmörgum rautum brunnu stór og myndarleg timburhús, Hótel Ísland við Austurstræti og hér hús við Lækjargötu og eftir voru bara auð malarstæði sem var síðan malbygguð og breytt í bílastæði. Ótrúlega svona auðnarleg miðborg sem að þetta niðurlægingarskeið sem að var frá 1970 til 2010 jafnvel skildi eftir sig. Hávaðaframkvæmdum þar hárrétt, það veldur talsverðu álagi. Það hafa verið hertar reglur varðandi framkvæmdan tíma, hvenær má byrja, hvenær má hætta, lækkað sprengimagn helming og í hávaða sem framkvæmdum skal taka hálftíma pásu og 2 klukkustunda fresti. Hugsanlega þarf að ganga enn lengra. En þetta líka eitt af þeim verkefnum sem að byggingafulltrúin eiginlega fær kvartanir eðlilega dag og nótt líkum við að segja og ég veit ekki betur en að reyni að bregðast sem best við því. Ég sammála því að það hafa verið svolítið vanhöld á því að fá þá sem að byggja til að taka sem allra minnst af borgarlandinu fyrir sig, gangstéttar og annað slíkt og ég held að þetta svona einhver svona kannski tækni sem að menn örugglega flinkar í erlendis þar sem að það hefur verið stundað í 50 ár að byggja inn í eyður í borgunum. Til að mynda í Evrópu þar sem að mörg hús voru sprengd eða í Bandaríkjunum sumstaðar líka þar sem hús hurfu af einhverjum öðrum ástæðum. En mér langaði líka að koma inn og aðeins það sem var nefnt áðan af því að það var á þessum fundi sem ég náði ekki að klára að segja frá sem var í Spennistöðin í desember held ég hafi verið þar sem verið að ræða rútumálin og þá kom það skýrt fyrir mig mínum huga og allir margir íbúar þarna að það var fyrst og fremst þetta rútufargan sem var að trufla fólk, sem að fólki fannst óþolandi, sérstaklega Grettisgötu, Skúlagötu og voru nefndar nokkrar aðrar götur. Og það var þeim ástæðan sem að þessi hópur var skipaður og 3 manna hópur af umhverfis- og skipulagsráði, ég þar í þeim hópi, ásamt samgöngustjóra Þorsteini Hermannssyni stýrir þeir og honum ætlað að vinna að þessu, að búa til aðgerðaráætlun og stefnu takmörkun og akstri hópbifreiða í miðborginni, afmörkun og ökutækjastærð, rútustæði, fjöldi staðsetningar aðbúnaðar gjaldtaka, leigubifreiðastæði, fjöldi staðsetningar gjaldtaka og gjaldskyld svæði, möguleg úrræði vegna fjölgunar leigubíla. Og það nú eitt, þessi gríðarlega fjölgun bílaleigubíla og það mun vera mikil brögð af því að þeir koma bílaleigubílarnir inn í íbúðahverfin eftir að gjaldtíminn rennur út, þannig að þeir eru ókeypis frá klukkan 6 síðdegis og til 8 á morgnana og það enginn vafa því að það þarf að endurskoða lengd gjaldtímans á ákveðnum svæðum og það rauninni bara gott fyrir íbúa götunnar en það sem að borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir nefndi í rauninni endurspeglar það sem við höfum heyrt margoft þannig að þetta alveg hárrétt að þessar áhyggjur eru réttmætar og þær eru miklar og það sem ég að segja hér það að við erum meðvituð þetta og erum hægum skrefum, kannski hægum skrefum en þó öruggum og í sumum tilvikum nokkrum róttækum að vinna til þess að þetta kom einhverjum alvöru hömlum á þetta svo að fólk hrekist ekki úr miðborginni aftur og þess vegna fagna ég því og hlakka til að það verður held ég strax 4. janúar að þá verður aftur fundur hjá þessum hópi sem á að stýra rútuumferðin að koma tillögur að því að fyrir honum liggur tillaga, nokkur róttæk tillaga frá aðilum í ferðaþjónustunni og frá íbúasamtökunum. Þannig að það verður spennandi að sjá svona og þá þessum hópi ætlað að móta tillögur til samþykktar fyrir borgina á grunni þeirrar vinnu. Það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla bara að nýta tíman. Maður hefur hér leyfi til að 1:20 minna ræða og svo 2:10 og mér nefnilega
í raun og veru vannst valla tími til að klára það sem ég ætlaði mér í fyrir hlutunum, en mér langar aðeins að bregðast bara við fyrri hluta af því sem Áslaug borgarfulltrúi Friðriksdóttir kom með hér inn á fundinn, og ég get svo brugðist við því sem hún á eftir borgarfulltrúin í ræðminni þegar ég kem hér í lokin. Sko, bara aðeins eins og ég nefndi, þetta viðfangsefni er mjög flókið og umsvifamikið, það eru gríðarlega margir hagsmunaaðilar hérna og mikið í raun og veru öllum finnst ónógt samráð við þá og það er eitt af því sem að ég held að við höfum leyst farsælega í þessu. Ég vonast til að það verði þannig allavega. Það er að þetta fyrirkomulag verkefnisstjórnarinnar, það er auðvitað að dekka langt umfram svona hið lögbundna samráð. Þarna er í raun og veru bara samtalsvettvangur þar sem að hlutirnir eru lagðir á borðið fyrir breiðan hópa hagsmunaaðila með formlegum og reglulegum hætti. Og því er mun ólíklegra við getum sagt það sem svo frekar, það er líklegra að stærri hópur fólks verði reglulega meðvitaður það sem er í gangi í miðborginni. En það er auðvitað mjög mikil uppbygging hérna. Og ágætis dæmi það af því að borgarfulltrúinn nefndi að það hefur verið lítil fjölgun íbúa, og það er auðvitað hluti af því sem er verið að gera. Það er þessi mikla uppbygging auðvitað miðar að því að fjölga íbúum í miðborginni, og við verðum síðan saman að stuðla því að þessi fjölgun íbúða til dæmis og íbúðarhúsnæði sem hér eru til, að hún fari ekki öll í útleigu, einhverju skammtímalegu til ferðamanna. Og við verðum að muna það að stór hluti þeirra leigu, hann er í raun og veru ólöglegur. Það er ekki greitt af þessu eins og skildi, það er ekki greittir skattar og skildur, húsnæði er ekki tekið sérstaklega út. Það er það sem að nýju lögin eiga að gera, þau eiga að auðvelda fólki, eða raun og veru að koma þessu fyrir bara aftur inn í þann farveg sem það var upphaflega búið til í, sem er deilihagkerfi. Það sem að íbúar geta deilt sínu húsnæði þegar þeir ekki að nota það sjálfir í takmarkaðan tíma með öðrum. Það er hugmyndin. Og ég bind heilmikla vonir við það að þessi nýju lög muni hjálpa okkur til þess að ná stóran hluta af þessum málum upp á yfirborði með því að auðvelda skráninguna á hinu svokallaða deilihagkerfi, og þá getum við gengið af fullri hörku að þeim sem er að stunda þetta sem hardcore business underground, sko. Við hefum ekkert að líða það að hérna sé bara eitthvað neðjara hagkerfi sem að veltir milljónum og við vitum ekkert og er riður hér út íbúum og hérna þar fram til göttunum. Og þetta, það er allir sammála þetta. Sko, þessi stefna og þessi skýrsla, hluti af þessari vinnu var að draga saman fyrirliggjandi stefnur og samræma og sjá hvort það væri misræmi einhvers staðar. Það reyndist ekki vera verulegt. Það er auðvitað aðalskipulagið fyrst og fremst til grundvallar og eitt af því sem við erum að gera þetta líka og erum að leggja til í skýrslunni og verið að leggja til í breytingu á aðalskipulagi og allt með það er raun og veru að stækka miðborgarsvæðið bæði til austurs og vesturs. Og það er í raun og veru að gerast að nokkru leyti sjálfkrafa. Og það er auðvitað sömuleyti best að svona gerist bara í einhvers konar að einhverju leyti þá sé verið að mæta eftirspurn. En það má kannski ekki vera algjörlega á eigin forsendu. Við vorum auðvitað sem borgari vilt að grípa þann inn í. Varðandi sko og þetta er auðvitað, þarna er ég að tala um að mæta raun og veru ferðamannastraunum og þeirri auknu eftirspurn eftir plássi sem er til staðar. Varðandi að því að var nefnd léleg lýsing, þá er hluti, það er raun og veru komið inn á það í stefnunni að þar er sagt að það er að taka þátt í innleiðingu snjallborgar hugmyndafræði í samstarfi starfshóp sem er á fullu að vinna Smart Cities. Og miðborgin er auðvitað sá staður þaðan sem snjallvæðingi mun breiðast út, sko. Og
það sem að við vonum að gerist á næstunni þar auðvitað að lýsing mun taka á næstu, ég leyfi mér að segja 3 til 4 árum mun öll lýsing í borginni taka algjörum stakkaskiptum og hún verður miklu sveigjanlegri og hún verður miklu betri en hún og hluta af því tengist þessum framkvæmdum það sem raun og veru að skyggja á í dag en lýsingamál í miðborginni í tengslum við þessa svona smart city væðingu og breytingar á reglugerðum hvernig hvaða perur má nota og þarfandi götunum þar munu gjörbreyta hér lýsingu og þetta mun bara gerast sko, það bara svoleiðis. Við sjáum að fyrir okkur að til dæmis varðandi umhirðu og annað slíkt og þá muni smartvæðingin hjálpa mjög mikið, það verða tunnur, ruslatunnur sem segja hvernig það eru fullar, þannig að það verður miklu skilvirkari söfnun á sorpi, Wi-Fi-væðingin í miðborgin mun leiða til þess að við þurfum í raun og veru að samræma sko götumerkingar, hinnar áþreifanlegu og svo auðvitað bara merkingar sem þú hefur aðgang að í snjallsímónum þínum og þannig að þetta verður auðvitað sko merkingar til dæmis ágætis dæmi og það komið inn á það í stefnu. Þar verður það náttúrulega í fyrsta lagi betri en þær eru með því að samræma áþreifanlega merkingu og svona tölvuvædda og svo verður þetta miklu ódýrara. Þannig að það er tekið á þessu sem er mjög gott mál. Varðandi auðvitað stærð bygging og svona, þá kveðið á það allt í aðalskipulaginu, það ekkert farið út fyrir það. Íbúasamtökin, það best ég svarið því bara strax varðandi kvörtun íbúasamtökuna, varðandi miðborgina okkar og allt það. Sko það mál auðvitað leyst, það búið að leysa það með þessari skýrslu hérna. Og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta form sem við setjum hér upp, verkefnisstjórn sem undir forystu eða formennsku borgarritara, að í henni auðvitað gert ráð fyrir að sitja fulltrúa borgarinnar í henni eiginlegu verkefnisstjórn, en að jafnframt séu þar áheyrnarfulltrúar helstu hagsmunaaðila. Og þar eru miðborgin okkar til dæmis, þannig að við gerum í raun og veru ráð fyrir því að miðborgin okkar starfi bara áfram. Fjárframlög verða með öðrum hætti, þau þurfa að sækja í þeirra miðborgarsjóð ef að þau vilja fá fjármagn þaðan, íbúasamtök geta líka sótt þar Nú það gæti þess vegna einhverjir stofnað önnur samtök, rekstraraðila, veitingahúsa eða öðruvísi kaupmanna eða annarra kaupmanna eða eitthvað. Það allt opið. Og við vitum alveg að það ekkert eining þetta fyrirkomulag eins og það verið, það þykir ekkert öllum það frábært og ég held að það sem við gerum núna að við verum að veita mörg tækifæri fyrir hagsmunaaðila til að taka saman höndum framfara verkefni í miðborginni. Og ég segi bara þessi ábendingar íbúasamtakana sem voru teknar til umfjöllunar umboðsmanns borgarbúa, það búið að bregðast við öllum ábendingum. Öllum ábendingum. Það ekkert að tala í því máli lengur. Það bara svoleiðis. Það engin óvissa einu sinni. Síðan, já, mér langar aðeins að nefna það bara að í þessu reglulega samráði að þar hreinlega gert ráð fyrir fulltrúa þar sitji áheyrnarfulltrúi í miðborgarnar okkar og íbúasamtakana í miðborg og Vesturbæ. Við vorum ekki með íbúasamtökin í Hlíðum þarna inni að því við metum það bara svo að þetta sé töluvert álag að taka þátt í þessu og þetta eru þau íbúasamtök sem sóttu það fastast að koma að inn. Og í umsagnarferlinu eru brugðustu við og gerum ákveðnar breytingar á samsetningu verkefnisstjórnarinnar svo að þessir aðilar sem sýndu því áhuga fengju þarna aðgang og gætu setið þarna við borðið og við auðvitað bara fögnum því að fólk skuli vera tilbúið að leggja á sig því að þetta mikil vinna. Fólk skuli vera tilbúið að leggja á sig þessa vinnu til þess að vinna að framgangi miðborgarmálana og að bæta miðborgina og bæta umhverfi sitt. Ég mun svo bregðast við næsta bunka
borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur hér í þá síðustu ræðu minni þessari ágætu umræðu. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ég þakka þeim félögum mínum, borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni og Sigurði Birni Blöndal fyrir að bregðast bara við þessum spurningum strax. Mér finnst það bara eiginlega afar skemmtilegt að við náum einhverju samtali í salnum. Mér finnst það bara mun skemmtilegra heldur en hérna oft það er einræður sem eiga sér stað hérna. Þannig að ég ætla bara að halda áfram að lesa upp þau atriði sem ég held að íbúar vilji svona fá svör við eða er að pæla í. Og já, kannski bara ein athugasemd árinni byrja aftur og það er með sko þetta sem að Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, var að nefna með þetta að bregðast þá bara harkalega við því að fólk fer ekki eftir reglum sko varðandi deilihagkerfið. En þá spyr ég, hvernig ætlum við að gera? Hvernig á borgin að gera? Því ég einhvern veginn átta mig ekki alveg á því. Ég átta mig ekki, erum við með starfsfólk í það? Erum við með eftirlitssveit hjá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar sem á að fara og storma stræti og torg? Þú veist, ég skil ekki alveg hvað að gerast og ég held að það sé líka bara gott að við förum í gegnum það, hér borgarfulltrúar. Hvað þarf að gerast hjá okkur í eftirlitskerfinu okkar þannig að við náum í raun og veru að tala á eða svona mæta lögunum nýju og flýta fyrir því að þessi þróun eigi sér hratt stað því að við höfum sko það er eiginlega komið of langt og þú veist það er allir farnir að hafa miklar áhyggjur af þessu. En já, ég held ég að við endað einhvers staðar hérna með bara það og það er auðvitað þessi fjárfesting innviða og hérna hvernig við ætlum að bregðast við þessum mikla ferðamannastraumi. Talandi bílastæðin, þá er það nú bara þannig að íbúar, sko, það eru ekki næg stæði og stefnan hefur verið svo að taka af stæði allstaðar þar sem götur eru gerðar upp. Hverfisráð miðborgar hefur bókað þetta. Og hérna telur að það sé gengið of nærri íbúum. Það er gengið alltaf sko hart að bílastæðaþörf íbúanna með stefnunni vegna þess að það er svo mikið álag annars staðar frá. Og það þarf að endurskoða þetta. Ég er algjörlega sammála borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni sem kom inn á þetta. Við verðum að endurskoða þetta og við verðum að auka í raun og veru eða svona jafna réttindi þá íbúana sem að gæti þá hugsanlega fengið jafnvel átt rétt á að 2 íbúakortum í staðinn fyrir 1 eins og það er í dag ef að þá til dæmis að lengja gjaldskylduna og hafa hana þá bara fram á kvöld eða hvernig sem það er. Það eru auðvitað til fleiri leiðir, ég veit að eins og til dæmis í London hefur það verið gert að það má bara ekki leggja milli 10 og 2 í einhverjum hverfum til þess að varna því að fólk leggi lengi og leggi bílum þar sem að í raun og veru íbúarnir eiga að ganga fyrir. Því er það ekki markmið? Markmið er ekki að gera íbúum miðborgarinnar erfitt fyrir. Það er ekki markmið með því að vera fækka stæðum og svona, þú veist, ég held að markmiðið sé að gera samgönguna vistvænni, fá fólk til að taka strætó sem er að koma, en ekki að gera íbúanum erfiðara fyrir. Við þurfum að fara að sjá hvar línan þar liggur. Svo er þetta bara þrifin í borginni, það er mikið kvarta yfir að hún sé subbuleg og allt það, við hefum nú heyrt þetta auðvitað. Og líka að allar þessar framkvæmdir og svona þetta mikla rask, það veldur því að fólk þarf að vera hringsóla. Og það er eins með líka lokun Laugavegs. Fólk er að hringsóla rosalega mikið í miðbænum. Vegna þess að, þú veist, fyrsta lagi er einstefnun, þeir sem eru að farast eða koma sjaldan, þeir eru bara í vandræðum með að skilja gatnakerfið
og maður finnur það sjálfur bara á einn skinni að þetta er svona, þetta er svolítið svona konstugt stundum að upplifa þetta. Og auðvitað bara skapar mengun og meiri umferð og óþarfa truflun og allt slíkt. En nú ætla ég að fara aðeins yfir í það sem að komið var, já kannski taki hérna þá bara farið aðeins inn á það, því að Miðborgarfélagið hefur mótmælt lokununum á neðri hluta Skólavörðustígs og Laugavegar núna á aðventunni og telur það ekki vera að verslun telur það sérst vera að verslun dragist saman þegar bílaumferð er lokað. Og ég get ekki fullyrt hvort það er rétt eða rangt. Þú veist, það er erfitt að fullyrða það. En þess vegna held ég að það sé alveg ágætis tillaga inn í skýrslunni meiri rannsóknir. Og meira, það þarf að mæla betur umferð og gangandi hjólandi og bara svona, við þurfum að skilja betur hvaða áhrif það rask sem við leyfum hefur á íbúa og hefur á rekstraraðila. Og ég held að það þurfi sérstaklega að gera það bara sem fyrst í borgin. Og þess vegna er tillögurnar í miðborgarskýrslunni alveg ágætt hvað það varðar. Félagið þarna, það kemur nú reynda fram að þetta sé á annað 100 eigendur fyrirtækja og atvinnuhúsnæðis á þessu svæði sem í raun og veru að mótmæla þessu. Og ég veit það ekki, það er alltaf erfitt að meta óánægju og ánægju hvort er meira hjá hvorum hópnum fyrir sig, maður veit það, en þetta verður auðvitað samt að gerast þannig að fólk geti undirbúið sig, það þarf að taka svona langtíma stefnu í málinu og eitthvað sem hefur oft verið rætt hér en ég held að verði nú örugglega verkefni þessa nýja fyrirkomulags sem að verið var að kynna hérna á. Þá hefur nú komið fram bæði á íbúafundum annars staðar að íbúar vilja hægja á umferðinni. Sums staðar er hún of hröð og það er erfitt að fara yfir götur. Það sést illa fyrir hornin eins og Barónsstígnum við Sundhöllina. Þar sem bílum er lagt og er erfitt, það eru ákveðnir punktar sem að þarf að skoða, sérstaklega í kringum skólann og svo einhvern veginn er spurning með hraðahindranirnar. Það eru þetta sitt sýnist hverjum. Ég las nú að voru ekki bílstjórar langferðabílana og strætó sem að vilja alls ekki hafa hraðahindranir. Ég telst umstæði séu að bara hreinlega eyðileggja bíla. Þær eru alltaf illa gerðar og það þarf auðvitað að skoða það að maður reki ekki bílana undir endalaust. Fólk er ekki endilega á jeppum, það er bara á einhverjum litlum fólksbílum og þetta er of illa farið, það myndast hólur og gerir þetta ennþá einhvern veginn erfiðara að fara yfir. En svo hefur nú annað líka verið rætt og það er að það er þetta með vespurnar, unglingarnir eru komnir á rafmagns og bensínvespurnar og keyra svona kannski fullgreitt miðað við hvar þeir eru og átta sig jafnvel ekki á aðstæðum. Og eins með hjólabrettin, þetta hefur maður heyrt bara í umræðum á íbúafundum. Hvað sem er hægt að gera í því, ég held alltaf við nóturum þetta hjá okkur og komum því fyrir þar sem hægt er, jafnvel þá inn í þessu miðborgarstarfi. Ég veit svo sem ekkert hvernig á að bregðast endilega við því, það er bara að skoða það. Svo fannst mér mjög áhugavert þegar ég satt nú einhvern fund og var vitni að því að fólk var að lýsa því hérna í miðbænum að fjarlægð frá heimili þeirra að strætóbiðstöð getur jafnvel farið upp í 700-800 metra. Fólk þarf að labba nærri því 1 kílómetra til þess að komast á strætóbiðstöð. Og ég tel að þetta bara gangi ekki upp. Auðvitað verðum við að auka almenningssamgöngur inn í miðbænum og þarna auðvitað
fólk saknar þess að strætó gangi ekki Hverfisgötuna, vill fá strætó á Barónsstíginn og vill, þó að það sé ekki hægt að koma fyrir stórum vögnum, þá verður bara að finna ykkur aðra leiðir, eins og taka minni vagna. Því að það samgöngurnar í hverfinu eru nánast engar. Og nú sé ég að forseti ætlar að fara að berja í bjölluna og ég ekki enda búin að tæma þennan lista. Þannig að ég mun bara ljúka máli mínu að sinni og sjá hvað gerist í framhaldinu. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði að koma upp til þess að nefna það, að því að það var talað það að það þyrfti að mæla hlutina betur, gera fleiri kannanir á því og ég eru því auðvitað sammála. En vil þó vekja athygli á því að síðan göngugöturnar voru settar á stað fyrir 5-6 árum að þá hafa alltaf verið gerðar mjög ítarlegar kannanir á ánægju borgarbúa almennt, á ánægju þeirra borgarbúa sem eru á gangi í göngugötunum og á ánægju eða óánægju rekstraraðila. Og þetta hafi verið Capacent, þetta hefur verið miðborgin núna síðast. Miðborgin okkar fékk félag sem heitir Center til að gera skoðanakönnun meðal sinna félagsmanna, það að segja rekstraraðila, og niðurstaðan alltaf svo að yfirgnæfandi hluti borgarbúa hlynntur göngugötunum. Þá vorum við að tala svona 75%, kannski ekki nema 9% beinlínis á móti því, og mikill meiri hluti rekstraraðila sem leiðis. Það var líka núna síðast fyrir í könnun sem við gerum í nóvember. Líka ánægja með lokun eða opnun á Airwaves. Líka tiltölulega mikil jákvæðni gagnvart opnunum á aðvendunni. Og þá var komið til móts við óskir kaupmannum að hafa þetta á aðvendu helgunum en ekki heila viku og virkum dögum fyrir jól. Varðandi miðbæjarfélagið, það nýtt félag, áður hét þetta eitthvað annað, að þar finnst mér, sem sagt, talsmenn þess félags hafa hvað eftir annað, einn þeirra nú, og svo einir endar sem ég séð nú, sem sagt, mjög virkur í Sjálfstæðisflokknum fyrir frambjóðandi þar og þar hefur oft verið, sem sagt, staðreyndum hnikað til og bjagaðar mjög grófum hætti. Ég man eftir mynd sem var sýnd á mannlausum Laugavegi sem átti að sanna það að svona væri umhorfs þegar að götunni væri lokað. En það vildi svo til, þessi mynd var auðvitað tekin snemma morguns og göturnar voru allar opnar, þannig að allir bílar gátu keyrt þarna. Við áttum síðast fund með samtökum miðborgarinnar okkar fyrir cirka 3 vikum. Það hafa sem sagt verið gerðir skoðanakannanir 2 á ári í 5 ár og það hafa verið mjög mikið samtal við þessa aðila. Og því miður hefur komið í ljós að sumir þeirra hafi ekki verið menn til að standa við orð sín því að þeir hafa svikið það sem þeir sögðust myndu gera strax daginn eftir þeir fóru að fundi. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi. Nei, hún vill fá taka til máls, þá borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir næsta mælendaskrá. Kæri forseti, ágætir borgarfulltrúar, fyrst varðandi strætó og samgöngur í miðborginni, þá finnst mér það bara ágætis ábending. Við höfum heyrt þetta nokkru sinnum að það mikil eftirspurn eftir því að strætó fara að ganga aftur Hverfisgötu og það reyndar fyrir ætlað á vormánuðum að svo verði. Þannig það búið að mæla það allt saman út og verið að undirbúa. En það má vel vera að strætó þyrfti að sinna þessu hverfi betur og það eitthvað sem ég gerir ráð fyrir umhverfis- og skipulagsráð skoði og sendi þá erindum til strætó. Varðandi eftirlit með ólöglegri starfsemi, ólöglegri gististarfsemi, þá það sýslumannsembættið sem hefur eftirlit með því. Þannig að heilbrigðiseftirlitið hefur ekki mér vitanlega allavega haft neina eftirlitsaðila í því, en þeirra hlutverk fyrst og fremst heilbrigði íbúa. Hins vegar ef að þarna væri einhvers staðar
húsnæði sem að ógnaði heilbrigði íbúa, þá væri það sjálfsögðu þeirra mál. En mér langaði aðeins að fá að koma inn á miðborgarmálin út frá öryggi, því að eins og þið vitið þá starfandi hér ofbeldisvarnarnefnd í Reykjavík og heilmikið af því ofbeldi sem framfer í borginni á sér stað í miðborginni. Og það var einmitt eitt af því sem að miðborgarhópurinn ávarpaði og fjallaði og eitt af því sem að við höfum haft væntingar það í ofbeldisvarnarnefndinni að miðborgar starfsmaðurinn geti sinnt. Og það þá meðal annars þetta samkomulag sem var undirritað daginn varðandi ofbeldi á skemmtistöðum, þar sem að Reykjavíkurborg starfar með lögreglunni og slökkviliðinu í því að fræða starfsfólk skemmtistaða og auka samskipti við dyraverði og fleiri til þess að reyna að gera skemmtistaðina og borgin okkar öruggari. Ég veit svo sem ekki hvort það verður þarna staðsett en ég held að geti farið vel á því. Þó svo að allir skemmtistaðir séu ekki í miðborginni þá eru það langflestir. En lögreglan var að birta bara núna í vikunni viðhorfskönnun meðal íbúa á höfuðborgarsvæðinu um hvernig þeir upplifa, meðal annars það hvernig þeir upplifa öryggi sitt í borginni. Það reyndar spurt margt annað, hvernig viðhorf til lögreglu og annað og sem allt saman líka mjög fróðlegt. En mér fannst þetta varðandi öryggi svolítið áhugavert í þessu ljósi að við erum að tala um miðborgina. Íbúarnir reyndar telja sig frekar örugga í Reykjavík. Íbúar í Reykjavík eru frekar öruggir í borginni sinni sem auðvitað mjög gott. 91% íbúa telja sig örugga í eigin hverfi. Karlar þó ennþá öruggari, karlar 96% karla telja sig örugga í eigin hverfi eftir myrkur en einungis 87% kvenna, þannig að það eitthvað sem við þurfum kannski aðeins að vinna með, hvernig getum við aukið öryggi kvenna í borginni. Hins vegar töldu einungis 47% höfuðborgarbúa eða íbúa á höfuðborgarsvæðinu sig örugga í miðborginni eftir myrkur. Þannig að það gríðarlega mikill munur á því hvort fólk telur sig öruggt í sínu eigin hverfi eða hvort fólk telur sig öruggt í miðborginni. Hins vegar þeir sem búa í miðborginni, þeir upplifa sig nokkuð örugga í miðborginni eftir myrkur. Og það reyndar þannig að það einungis íbúar í Hlíðunum sem telja sig óöruggari eftir myrkur í sínu eigin hverfi heldur en íbúar í miðborg og Breiðholti. Og það kemur líka þarna í rauninni ljós að því lengra sem þú býrð frá miðborginni, því óöruggari telur þig í miðborginni eftir myrkur. Þannig að þarna kannski eitthvað sem við getum unnið með miðborgin kannski ekki eins hættuleg eins og fólk óttast. Og það virðast reyndar að vera fyrst og fremst eldra fólk og yngsti hópurinn og elsti hópurinn sem óttast miðborgina mest. Þannig að þarna held ég að séu tækifæri, bæði í það að gera borgin okkar öruggari og í því að hvetja fólk til þess því að það er ákveðin ofbeldi í óttanum líka. Og það að óttast það að verða fyrir einhverju ekki gott, auðvitað það betra ef þú verður aldrei fyrir neinu, en óttinn getur hamlað því að fólk þori að taka þátt í öllu því menningarlífi og öllu því mikla og spennandi lífi sem að framferi í miðborginni okkar. Nú borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Ég bara held þá áfram það sem frá var horfið með því kannski byrja því að taka undir með Heiðu að ég hef Heiðu Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúa að þetta nákvæmlega það sem að ég hef líka heyrt og það var nú ég man ekki hvað það hét fundur eða eitthvað en þar voru krakkarnir úr Austurbæjarskóla að tala og þar kom svo rosalega skýrt fram að lýsingu nákvæmlega upp yfir upp í Hlíðar ábótavant og þetta kom fram í málið þeirra hvers og fætur öðrum
og þetta auðvitað eitthvað hrikalegt ef krakkarnir eru hræddir á leiðinni, þú veist, úr skólan eða milli húsa. Og það var auðvitað þarna árás í vetur eða haust sem áttu sér stað sem auðvitað veldur því að þetta er ekki endilega, það er ástæða fyrir óttanum, sko. Þannig að mér finnst að þetta eigi að vera forgangsmál hjá okkur að bregðast, bara hjá borgarstjórn að bregðast við og við eigum að setja það bara svolítið framalega á dagskrá. Það voru fleiri staðir sem að þóttu illa upplýstir og það var talað um það að það væri sko Kjarvalstaðirnir, það væri Einarsgarðurinn og það væri á fleiri opnum stöðum sem að svona vantaði bara ljós og það vantar bara ljós líka, þú veist, á og kannski það kom nú fram hjá ykkur þar sem að sko í raun og veru göturrými hefur verið tekið og ljósastöðurnar einhvern veginn frá. Það er bara alveg skelfilega dimmt. Eins kom fram að börn sem búa nálægt gisti skýlinu á Lindagötu og það getur auðvitað tengst framkvæmdunum núna að það er dimmara en þarf að vera. En þau greindu frá því á þessum fundi að þeim liði ekki vel að ganga þarna. Það safna saman auðvitað þeir skjólstæðingar gistiskýlisins á ákveðnum tímum og þetta hittir einhvern veginn á þá tíma sem þau eru líka á ferli og ég held að við eigum einhvern veginn að skoða þetta. Og því að við verðum auðvitað að ná sem mestri svona harmoníu í svona samband þeirra sem búi í hverfinu. Það hefur líka komið fram að sko það er svona þeir sem eru mikið á hjólum, þeir eru ekkert alveg að fíla hverfisgötustígana. Þeir segja þessi óþarfi að hafa það á báðum megin vegna þess að það er bara vont að blanda saman gangandi og hjólandi. Auðvitað við eigum stefnumörkun og skýrslur sem tekur á hjólastígamálinu og málunum og vitum að þetta er vandamál og það eru ólíka tegundir hjólreiðafólks, þeir sem vilja fara hratt og jafnvel bara á götunni, aðrir sem eru svona í allt öðru tempói og vilja jafnvel ekkert vera að hjóla meðfram götum. Heldur fara frekar einhvern veginn inn í, þú veist, hjólafallari stöðu og hjóla hægar og gera þetta öðruvísi. Og það er munur á milli karla og kvenna og börnin velja yfirleitt það sem konurnar velja. Mér minnir að hafa verið þannig í niðurstöðum þeirra skýrslu. Þannig að það þarf auðvitað að fara að skoða þetta eins og láta það flæða inn í þær framkvæmdir sem eru næsta dagskrá. Ok, svo bara langar mig að koma því fram að það er líka með skólalóðin í Austurbæjarskóla og Austurbæjarskólan sjálfan. Honum hefur ekki verið sinnt. Þetta er gullfalleg bygging, þetta er svona príði byggingin. Hins vegar skólalóðin einhvern veginn mjög fábreytt og krakkarnir, það er auðvitað battavöllur þarna, það er kvartað undan því að hann einhvern veginn halli undan fæti þannig að þau verða þreyttari á að hlaupa á honum heldur en á einhverjum öðrum. Ég veit ekki hvort þetta er rétt eða eitthvað, ég bara ber þetta hingað inn á þennan fund. Mér finnst þetta bara þeirra raddir kallast ágætlega á við það sem við erum að fara í gegnum hérna og við getum þá komið þessu í farveg ef hægt er. Þá er það með spennustöðuna sem var náttúrulega gleðilegt að fá inn í raun og veru starfið, ungmennastarfið í miðborginni á sínum tíma en þá þyrfti og það er alveg bara orðið niðurstaða hjá foreldrafélaginu og þeim sem eru þannig vinnunni í kringum spennustöðuna að það mætti fara að gera lagfæringar. Ef að Austurbæjarskólinn gæti hann gæti nýtt spennustöðuna betur en þá þurfti að opna á milli og það ætti að skoða það sjálfsögðu eða verið hægt að nýta húsnæði betur og að gera það og svo er loftæðin mikil og það er dimmt inni og það þarf að opna einhvern veginn á dagsljósið og það ætti ekki að vera flókið né endilega svo dýrt.
Þannig að ég svona legg þetta bara inn hér af því ég veit að þetta það sem svona í umræðinu hjá þessum hópi. Ég held að ég sé bara svona að fara að tæma það sem að mig langaði að telja hér upp í sambandi við bara miðborgarmálin. Mér langar bara að þakka fyrir það að fengi svör við því sem að ég var búin að varpa þetta fram áðan og mér finnast umræðurnar bara að hafa verið alveg ágætar. Langar, veit ég, en góðar. Ég ætla að sleppa því að fara eitthvað í gegnum skýrsluna málefni miðborgar og við auðvitað styðjum þetta fyrirkomulag. Við vitum alveg hér, hún í raun og veru rúmar opbáslega mikið af því þeim atriðum sem ég var að fara yfir og mér fannst gaman að lesa þetta saman og sjá að miðborgarskýrslan eða miðborgarfyrirkomulagið mun vonandi ná svona utanum flestu atriði sem að manni heyrist að íbúar séu svona að hafa áhyggjur af eða ræða sín á milli. Og fyrir utan það auðvitað svona kannski einhver atriði sem að umhverfis- og skipulagsráð tekur þá til sín og við förum yfir í gegnum bara annan farveg. En ég ætla bara að þakka kærlega fyrir umræðuna og vinda mér héðan úr ræðustól. Já, þá hefur Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Þetta nú verið, þetta ekki glasið mitt hérna. Já, þetta er nú all hress hérna. Bólusett og hress. Já, ég þakka fyrir þessa umræðu, hún er nefnilega ágætt og það er auðvitað þannig, það er auðvitað, stundum verið þannig að það hefur verið gagnrýnt einhvern veginn að miðborgin fái svo mikla athygli og aðrir einhvern veginn líði fyrir það. Og það er auðvitað ekki þannig, bara miðborgir allstaðar, þar eru sérstakar að tillitinu til að þar er meiri umsvif, fleira fólk, meira að gera heldur en í annars konar hverfum og þar þurfa að sjálfur sér sérstaka umönnun og það er mjög mikilvægt að við getum einhvern veginn sameinast að láta hann ekki mæta afgangi og það má ekki einhvern veginn vera það má ekki þurfa að vera þannig að það þurfa einhvern sérstakt pólitískt hugrekki til þess að beita sér fyrir einhvers konar framförum bótum í miðborg. Það er bara lykilatriði. Það tapa allir á því. En mér langar aðeins bara vegna þess að ég mun ekkert ná að fara í smáatriðum yfir öll efnisatriði þessari skýrslu en aðalatriði er það að ná aukinni yfirsýn yfir það sem að margir aðilar eru að gera í miðborginni og síðan aðalverkefni að mörgu leyti að reyna að skapa sátt milli aðila og reyna að skýra ábyrgð hvers og eins og að því að nú tala þrifin og að það væri mikilvægt að hreinsa betur þá er það verkefni allra. Það þýðir ekki bara bæði er að tæknilausn og síðan ég á meiri tími en þetta. Bæði tæknilausnir og síðan ekkert síður að allir einhvern veginn leggist á eitt umgengni og annað slíkt. Það var aðeins inn á verslunina, það er auðvitað verslun var náttúrulega ekkert rosalega fjölbreytt þarna meðan að henni var einungis haldið upp af íbúðum. Og það sýndi sig að það var meira af tómu verslunarrými heldur en það sem eitthvað var. Og það veldur auðvitað ákveðnum pirringi að fá inn einhverja svona bólu verslana eins og svo kallar lundabúðir eru. Ég held hins vegar að það jafni sig aðeins, framboð og eftirspurn muni nú aðeins jafna þetta út af sjálfu sér. Það er þegar byrjað. Íbúar einir og sér, þeir halda ekkert uppi nema takmarkari fjölbreytni verslunar á svona stað. Og þess vegna er mjög mikilvægt að það sé komið til móts við þeirra þarfir
en jafnframt að nýta þennan fjölda ferðamanna til að auka fjölbreytnina. Þetta fer fram í gegnum samtal við rekstraraðilana, við þá sem að eiga verslunarhúsnæðið og svo framvegis. Varðandi hvernig við eigum að bregðast harkalega við brotum á reglum gististaði, það alveg rétt, það ekkert alveg auðséð hvernig við gerum það, en það eru nokkrar leiðir og líklega eru skattinnheimta okkar vanlegasta leið, það er að segja virt samstarf við ríkisskattstjóra varðandi virðisaukaskatt. Gistináttagjald væri auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur, því að það í því ákveðin skráningarelement sem að gera það verkum að við myndum sjá miklu betur hvernig í raun og veru hvernig tekjur eru að koma inn, og síðan það auðvitað það að skrá húsnæði eins og það er. Ef að húsnæði er notað í atvinnuskyni, þá eðlilegt að það sé skráð sem atvinnuhúsnæði. Þá þarf að sækja leyfi til að breyta húsnæði í atvinnuhúsnæði og þar kemur til okkar kasta. Þannig að við höfum alveg nokkra snertipunkta til þess að taka á þessu, en við gerum þetta ekki ein. Við þurfum að fá fleiri lið með okkur, ríkisskattstjórann, sýslumanninn og svo framvegis. Lögregluna og íbúa í raun og veru. Þess að ég sé svo sem að hvetja til einhvers svona austurþýsks íbúa eftirlits að þá verða íbúarnir að vera virkir í því og þeir gera það. Þeir tilkynna ólöglega starfsemi eins og þessa, af því að hún er ágangur á inn í þeirra líf og þannig alveg lágmark að það sé þá greitt eðlileg skattar og gjöld að þessu. Varðandi þrifin í kláraði ekki alveg, þar er miðborgarsáttmálinn sem sagt ákveðin grundvöllur sáttarinnar. Umræðan búin að vera löng, skýrslan er auðvitað opinber, ég hef ekki heyrt annað en mikla ánægju frá hagsmunaaðilum, íbúasamtökum, rekstraraðilum, fasteignaeigendum og svo framvegis með þessar tillögur og þessa skýrslu. Og ég bind bara mikla vonir við að það mun allir taka höndum saman núna að gera þessa mjög fínu miðborg okkar. Þetta er bara miðborgin okkar er einstaklega skemmtileg. Og ég hlakka til að þegar við förum öll saman að taka þátt í að gera hana enn betri. En þakka kærlega fyrir þessa vinnu, þakka þeim sem voru með mér í hópnum, starfsmönnum og ef svo ólíklega skildi vilja til að ég kom ekki aftur hér upp í dag, mjög ólíklegt, hugsanlegt, þá óska ég landsmönnum öllum árs og friðar, gleðilegra jóla og hvað heitir það? Og gleðilegs nýs árs. Gleðileg jól, takk fyrir. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og umræðu til slokið og við göngum. Ætlar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi að taka til máls? Já. Þá ætlar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi að taka til máls undir þessum lit. Já, þegar þú ert ekki blaði hjá mér. Já. Gerist. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur margt ákveðt komið fram í þessari umræðu miðborgarmáli sem við höfum tekið hér í dag. Nú, ég vil aðeins leggja hér orð í belg og vil taka undir það sem Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi sagði skólamálin og þá einkum Austurbæjar skóla sem hefur tekið við því hlutverki að vera skólinn í þessu hverfi. Ég leyfi nú alltaf að tala Austurbæinn. Skil ekki að sumir vilja klína miðborgarnafninu á þetta fallega nafni við þennan borgarhluta sem Austurbærinn. Þar er svo nefnt að það má hressa upp á þennan skóla og gaman að geta sagt frá því að í síðustu viku þá hélt skóla- og frístundaráð fund sinn í Spennistöðinni sem er kannski nýjasta viðbótin við húsnæði Austurbæjar skóla. Samkomusalur, gömul geymsla eða lager frá Orkuveitunni sem
sem Orkuveitan lét af hendi eða seldi borginni og þjónar nú hlutverki sem samkomusalur fyrir Austurbæjarskóla og fyrir félagsmiðstöðina sem þarna og félagsmiðstöð fyrir hverfið. Ánægjulegt að þetta mál skuli vera komið svona langt. Þarna er mjög góður salur sem er að því mér skilst mikið kemur í góðar þarfir. Þetta mál rúllaði af stað á sínum tíma í kringum 2009 og fyrsta skrefið var að gera greinargerðir málið, sjá síðan til þess að salurinn færi frá Orkuveitunni til borgarinnar með þessum hætti og verkinu er ekki lokið, þarna má laga ýmislegt betur en það er samt ótrúlegt að sjá hvað margt gott hefur verið hægt að gera fyrir frekar takmarkaðar fjárveitingar sem þangað hafa runnið. En mjög gott mál. Nú, íþrótt- og æskulýðsmál í þessu hverfi. Úr þessu hverfi berast okkur gjarnan kvartanir það að þarna sé ekki nógu góð aðstaða til íþróttastarfs. Auðvitað vinnur knattspyrnufélagið Valur mjög gott starf en það er með sína starfsemi svolítið í útjaðri hverfisins og það mætti ósekju kannski vera betri aðstaða inn í hverfinu til þess að fyrir börn og unglinga að stunda sínar íþróttir svona daglega. Lítill knattspyrnuvöllur fyrir aftan Kvennaskólann hefur komið í góðar þarfir og ef mann rétt þá lögðum við sjálfstæðismenn einhvern tímann til að þarna yrði leitað samkomulags og eiganda þeirra lóðar að setja þar gervigras sem myndi þá nýtast bæði að minnsta kosti Kvennaskólanum ef ekki Menntaskólanum í Reykjavík líka og svo börnum og unglingum í hverfinu. Ekki dýrt en það er svo sannarlega úrbót á og þá má þetta geta þess þá í leiðinni að þessi tveir skólar sem eru á þessu svæði, mjög merkar menntastofnanir, Kvennaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn í Reykjavík, eru með óviðunandi íþróttaaðstöðu, eru ekki með aðgang á íþróttahúsi og það er ekkert auðvelt að bæta þar úr. En ég held að við getum samt leyft okkur að athuga að minnsta kosti hvort það sé með einhverjum hægt að skilgreina lóð á miðbæjarsvæðinu sem borgin geti lagt fram og ríkið geti byggt hús á sem myndi þjóna þá því hlutverki að vera íþróttahús sem myndi þá þjóna Kvennaskólanum og Menntaskólanum sameiginlega. Ég gerir ráð fyrir að ríkið myndi að sjálfsögðu byggja húsið, kannski í samstarfi við borgina, en það þyrfti að skilgreina lóð og það er auðvitað þrautin þyngri í þessu hverfi, en ekki út í lokað. Ég gerir það ráð fyrir að þetta er þá íþróttahús af minni gerðinni. Nú, það var fjallað mikið verslunarmál hér áðan sem eðlilegt er. Þetta er þetta stóru málaflokkur í miðbænum og ég verð að segja eins og að mér fannst formaður skipulagsráðs sagði ýmislegt gott í þessu. Mér fannst það þó vera nokkuð sjálffalinn í þessum málum því að það er vissulega fljúgandi þróun í miðborginni og að mörgu leyti til góðs. Það er mjög gott að sjá miðborgin er mjög lífleg og þarna er mikill fjöldi ferðamanna og þetta eru í ákveðnu skilningi bara fengsal fiskimið fyrir okkur Íslendinga því að þarna verða miklar gjaldeyristekjur, þarna skila miklar gjaldeyristekjur sér að þessu svæði og ef við myndum leika okkur aðeins að skilgreiningu þá held ég að getum sagt að miðbær Reykjavíkur sé tvímælalaust vinsælasti ferðamannastaður Íslands og það er gott en hins vegar þurfum við líka að gæta því við þurfum að stuðla því að venjuleg og heilbrigð verslun geti áfram þrifist í miðborginni og mér finnst við ekki hafa mér finnst að borgarstjórn hafa ekki staðið sér nógu vel í því að við eigum ekkert eini þessari baráttu, það eru borgir út allan heim sem eiga svipaðri baráttu við og í Bretlandi hefur náðst víða mjög góður árangur í borgum sem eru af sambærilegri stærð og Reykjavík við að endurvekja miðbæina sem það var öfug þróun en þessu var síðan snúið við og þar hafa verið skrifað margar skýrslur það og mér finnst að við með að stundast líta til þeirra vinnu sem átt sér stað í Bretlandi til þess að bæta mannlegið í miðborgunum og þar sér maður þannig svo rauður þráður í gegnum alla vinnu sem á sér stað
er að halda heilbrigðri verslun, halda sem fjölbreyttasti verslun í miðborgunum, missa miðborgarnar ekki það að vera eingöngu með túristaverslanir. Og nú er það auðvitað ekki þannig að það séu bara túristaverslanir eftir í miðbænum, en þróunin er samt í þá átt. Ef þessi þróun heldur áfram, þá er ég hræddur að innan einhver ára verði fáar aðra verslanir en túristaverslanir í miðbænum, og það held ég að við viljum ekki sjá, og það held ég að túristarnir vil ekki heldur sjá. Því að túristar vilja sækja í miðbæ þar sem er alveg borgarlíf, fjölbreytilegar verslanir, en ekki kannski ein tegund af verslunum ásamt skemmtistöðum og krám. Og ég held að það verið að hafa þetta atriði meir í huga þegar við mótum okkur miðbæjarstefnu, og mér fannst leiðilegt hvernig formaður skipulagsráðs vó hér að nafngreindi hér mann sem hefur látið þessi miðbæjarmál til sín taka, og sakaði þennan mann að nefndi manni sínu nafni og sakaði hann að hnika til staðreyndum og hann var með bjagaðan málflutning og svo framvegis. Þetta, ég hefði talið farið betur á því að hann hefði kannski vegið að samtökunum sem slíkum. Ég stóð þar að vega hérna ákveðnum mönnum sem ekki þeirri aðstöðu hér í borgarstjórn að geta svara fyrir sig. Mín upplifun er ekki svo að staðreyndum þessi ágætu samtök hafi verið að hnika til staðreyndum eða verið með bjagaðan málflutning. Þau hafa bara verið með þarft innlegg í þessa umræðu, og menn geta auðvitað haft álit á þessu rökum, en ég held að þessi samtök sem að vitna til Félag fasteignaeigenda við Laugaveg hafi komið með mjög þarft innlegg í umræðuna, og eitt af því sem þau beintu til dæmis á svart á hvítu fyrir nokkrum árum, það var það hvernig greinilega var samdráttur í verslun á Laugaveginum þegar að honum var lokað, og þau gátu bara sýnt fram á virðisaukaskattsskýrslu því til sönnunar, og það er nokkur ára gamalt mál. Þarna sá maður bara svart á hvítu að það er ábendingar sem þessi samtök kom með voru að minnsta kosti þarft innlegg í umræðuna. Svo getum við tekið svona umræðan það, hvernig getum við samræmt þetta sem getur verið ágætt í sjálfu sér að hafa göngugötur ekki síst við sumarið þegar veður er gott, samræmt þetta því að hafa síðan blómlega verslun við Laugaveginn og miðbænum sem við auðvitað öll viljum. En já, ég velti fyrir mér þetta að saka mennum að vera halda fram einhverjum ósannindum í þessu máli, segja menn frá þessum samtökum þeir hafi svikið og ekki staðið við orð sín. Það finnst mér að ég heima okkur öðrum vettvangi þar sem þessi menn geta þá svara fyrir sig, sem þeir geta ekki hér í dag. En þessi miðbæjarmál náttúrulega ná yfir svo margt. Þetta snýst þjónustu við íbúa, þjónustu við fasteignaeigendur og verslunareigendur á þessu svæði. Ég tek undir það sem var fjallað hér áður varðandi innheimtu fasteignagjalda af íbúðum sem eru síðan leiða til ferðamanna, að þetta sem er sennilega rétt að stór hluta þessum íbúðum sem eru jafnvel eingöngu eða miklu leyti leiða til ferðamanna, þær eru skattlagðar sem íbúðarhúsnæði en ekki í C-flokki eins og það ætti að vera, og ég held að það sé bara gott mál ef við stöndum betur á því sem við þurfum að gera átt okkur á því hvaða íbúðir eiga að fara í A-flokk eða C-flokk. Ég held að við hljótum að vera sammála það, en það leiðir hins vegar hugun að því hvort það geti verið að þessi C-flokkur, hvort að það sé of hár skattur á hann. Það er svo mikill munur á því hvernig verslunarhúsnæði er skattlagt, hvort það er íbúðarhúsnæði eða verslunarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Það er svo mikill munur að ég held að sá munur sé óvíða meiri eftir því sem ég kemst næst, og við getum velt því fyrir okkur hvort það sé æskilegt yfir höfuð að munurinn sé svona mikill á milli skattlagningar á íbúðarhúsnæði og verslunarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Ég tel að svo ekki að vera, og þetta hlýtur til dæmis að áhrif á vera einn af áhrifavöldum þess að vöruverð svo hátt hér á Íslandi eins og hér í Reykjavík eins og raun ber vitni. Umhverfismál
sorphreinsunarmál, veggjakrót og rusl. Það mikið kvartað yfir því í miðborginni að það sé mikið rusl og borgin standi sig ekki við að þrífa. Þetta er auðvitað eitthvað sem hefur verið kvartað yfir árum ef ekki áratugum saman, en ég tek hins vegar undir það að mér finnst sóðaskapurinn víða vera of mikill, ekki síst í miðborginni. Nú daginn þá, eða það ekki langt síðan íbúar við Skólavörðustíg fengu mig á staðinn og sýndu mér ruslið sem á sömu stöðum yfirgengilegt. Vitnuðu til dæmis við það, íbúar á Skólavörðustíg 6B sem svona millihús sem á milli Skólavörðustígs og Hallveigarstígs, að þar hafi verið gert samkomulag við borgina á sínu tíma eftir sem íbúar sögðu að þegar húsið var byggt að það yrði opnuð þarna leið í gegn sem almenningur geti notað, ákveðin kvöð á húsi sem íbúar tóku að sér þegar húsið var byggt, og þetta er frekar nýlegt hús, að kvöðum göngustíg þarna í gegn, þá göngustíg milli Hallveigarstígs og Skólavörðustígs sem er auðvitað gaman að ganga, svona baksviðs, en síðan var kveðið á það að borgin myndi sjá að þrífa, sem hún hefur síðan eiginlega ekkert gert, eða mér kannski langur tími síðan hefur komið frá borginni, og það var gengið frá þessu á sínum tíma eftir því sem íbúarnir segja, bara skriflega milli þeirra og borgarinnar, en einhvern tíma síðan þá hefur bara borgin hægt að þrífa þarna. Ég held að séu alls konar, og ég veit að þetta er ekki einsdæmi, ég held að, og beini því til borgarstjóra, ég held að þarna þetta sé bara eitt dæmi mál sem þarf að líta á, sem snertir ákveðnar kvaðir og skyldur sem borgin hefur tekið að sér þarna í miðbænum, en er kannski ekki að uppfylla eins og stefnt var að í upphafi, og við beina þessu til borgarstjóra að kanna, það mætti bara kanna hvaða kvaðir er í gildi og hvaða skyldur borgin hefur tekið að sér, og fara svo bara yfir þetta eins og hvernig hennan tékklista. Eins er með sorphreinsunarmál. Íbúar hafa kvartað því að kannski í gegnum áratugina þá hafi skapast ákveðin hefð fyrir því að sorphreinsunartunnum var komið fyrir hér og þar, inn á lóðum nágrannanna, inn á okkurum óskilgreindu lóðum, inn í portum og svo framvegis. Nú hafa aðstæður breyst, sem breytast aðstæður, það er fyrir að byggja á lóðum sem áður voru óbyggðar. Það er gerð krafa skýra eignarskiptasamninga, og þá fer að stað einhver snjóbolti, eða þá gerast einhverju hluti sem verða til þess að sorphreinsunartunnur sem hafa kannski lengi staðið í næsta garði eða óskilgreindu svæðum eða í portum, ólesnum portum, nú er farið að læsa þessu öllu saman, þá fara þessar tunnur á flakk. Þá kannski, ég veit 2 dæmi til dæmis, þar sem fólk sem hafði sorptunnur fékk ekki hafa lengur innan lóð nágranna og þarf að setja þær út á götu, sem er auðvitað ekki gott. Þetta mætti líka borgin fara yfir. Þarna leituðu viðkomandi íbúar til umhverfissviðs, en fengu þar eiginlega, öðru tilvíkinu var mér sagt að mætti áhugaleysi, var eiginlega ekki svarað, og fengu afsvar í hinu tilvíkinu. Þarna mættu borgaryfirvöld, að því borgin er þjónustustofnun, ekki satt. Þarna mættu við leggja okkur meira fram að koma til móts við borgarna til að leysa úr þessum málum, bara jafn sjálfsagðri skyldu eins og koma sorptunnum fyrir. Þannig að vel sé, en ekki láta íbúana eiga það upp á rauninni náð og miskun nágranna að fá að geyma sorptunnunar í þeirra görðum. Og það er líka almennt að í miðbænum þá kvarta íbúar yfir samráðsleysi, og kvarti við samráðsleysi til dæmis þegar það er gripið til þessara hluta eins og lokun Laugavegar eða lokun Skólavörðustígs, að hvað annað hefur það komið fyrir að íbúar hafa áttað sig á því bara þegar götum er lokað, að það er að loka þeim, eða með mjög stuttu fyrirvara, hafa síðan kannski komist að því að verslunareigendur fengu tilkynningu það að það ætti að loka viðkomandi götu, en íbúarnir fengu það ekki. Og við sjálfstæðismenn fluttum tillögu í borgarráði í sumar það að bæta úr þessu. Það er tryggt að, höfðum reynt að koma með þessi ábendingu munnlega áður, það er tryggt að íbúar fengju að vita það
að minnstakosti jafn snemma og verslunareigendur ef það ætti að loka viðkomandi götu. Það er auðvitað ekki nokkur átt að íbúar fá ekki að vita það. Og ég bara ítrekka þetta hér og hvet borgarstjóra til að sjá til þess að þessi tillaga sem var lögð fram í borgarráði í sumar, samþykkti í mannrétt eða vísað eitthvað, að þetta verði gert. Nú við flögtum líka tillögum það að þegar í þessum tillögum þegar götur eru lokaðar, þá verði þessum örfáu íbúum sem búa við þessar götur, þeim er gert kleift að komast að íbúum sínum til að koma með vörur, til vörulósunar, líka bara þeir eru að vinna í sínum íbúðum, en það hefur hvað eftir annað komið fyrir að þeir hafa hlotið háar sektir bara þegar þeir hafa fram með vörur heim til sín eða á þessum lokunartíma eða verið að vinna í sinni íbúð og verið með bíla af þeim sökum í gangi. Nú, það var líka minnst á hérna, það var aðeins komið inn á arkitektúrin áðan af formanni skipulagsráðs og þar sem hann fagnaði hugmyndum vinningstillögur hugmyndasamkeppni Alþingisreitin og það er bara, ég held að það sé bara mjög gott að skiptast á sjónarmiðum með þetta efni. Ég ber mikla virðingu fyrir stúdíó í Granda og þeim byggingastíl sem varð ofan á í þessari tillögu. Það er bara hins vegar mín skoðun að slíkur byggingastíl, svona steypukassar eins og leiðum að kalla þetta, eigi ekki heima þarna. Þarna vildi ég frekar sjá byggingar í klassískum stíl eða í þeim stíl sem til dæmis Guðjón Samúelsson var þekktur fyrir. En þarna erum við auðvitað bara að skiptast á skoðunum um arkitektúr og þetta er bara smekksatriði og ég held að það er erfitt að hafa sigur í því auðvitað hefur bara hver sín smekk. Hins vegar er ég alltaf sannfærður það betur og betur hvað byggingar Guðjón Samúelssonar hafa elst vel og var kannski viti í hugafari að það sé hægt að skipta mönnum upp í samtíma arkitektúr og eitthvað annað, samtíma arkitektúr og eitthvað annan arkitektúr. Ég held að við getum, ef það á að skipta, við erum við slíka skiptingu, þá getum við líka að tala klassískan arkitektúr og ég held að svo sannarlega Guðjón Samúelsson sé þá fulltrúi hans. Og ég sé ekkert að því að byggja byggingar eða hús í klassískum stíl. Við sjáum það bara, svo við tökum dæmi, þá sjáum að því að Landspítalinn er nú oft í umræðinni. Við sjáum það bara með allar þessar Landspítalabyggingar að ég er á þeirri skoðun og held að margir segja þeirri skoðun líka að best heppnaða byggingin við Landspítalinn það sé elsta byggingin sem er byggð í þessum klassíska stíl. Síðan bætast inn að byggingarna við og það, ég held að flestir séu sammála að það hefði farið betur á því að byggja allan það byggingar sem á eftir komu hefðu borið eitthvað svona svipmót af upphaflegri Landspítalabyggingu en þarna er auðvitað ræðum smekksatriði sko. Nú, strætómálið, það var aðeins komið inn á þau hér áðan og þetta sem heyrir oft, maður heyrir oft gera athugasemd til það að strætó gangi ekki miðbæinn lengur eða þann hlutann sem við höfum hér til umfyllunar en það var ágætt að heyra stjórnarformann strætó segja það að þetta stæði til bóta og að vormánuðum er bætt úr þessu og mér langar til að heyra meira þetta atrið ef formaður stjórnar strætó geti upplýst okkur um það hvernig verður bætt úr þessu á vormánuðum eru komnar hugmyndir það hvernig strætó gangi miðbæinn og mér langar líka til þess að beina þeirri spurningu til hennar ef hún er hérna í salnum hversu lengi hefur þá strætó ekki gengið miðbæinn ef það á bætt úr þessu í vor hvað eru þá eiginlega liðin mörg ár síðan strætó gekk síðast miðbæinn þar er á að tala um þessar götur Hverfisgötu og Laugaveg Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og við ræðu borgarfulltrúans kemur Hjálmar Sveinsson og veitir henni andsvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mér langaði að koma aðeins inn á það að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gerir það iðulega hér í ræðupúlti borgarstjórn að vitna til einhverja sem hafa komið að máli við hann og það er ágætt en hefur þó þann galla að það er dálítið erfitt að byggja á því einhverju tveggjamanna samtali. Við vitum ekki var þetta 1 íbúi eða 10 íbúar eða 100 íbúar. Og það er kosturum við svona íbúakannanir sem eru gerðar eftir ákveðnum aðferðum
og sem að snúast þó ekki að maður þekki mann. En úr því að við erum komin í þá sálma þá finnst mér að rétt að það komi fram að það koma iðulega tillögur til umhverfis- og skipulagsráðs uppástungur það að Laugavegurinn verði gerður alfarið að göngugötu allt árið frá íbúum. Og það eru líka tillögur sem hafa komið frá íbúum við Laugaveg sem mér hafa borist sem að sjá ákveðna galla á því að hafa þessar lokanir eins og þeir eru og vilja fá sem sagt Laugaveginn lokaðan fyrir bíl og umferð allt árið. Og svo vil ég líka benda á að munurinn á samtíma arkitektum og arkitektum eins og Guðjóni Samúelssyni sá að samtíma arkitektar eru á lífi. Guðjón Samúelsson ekki á lífi. En einu sinni var Guðjón Samúelsson samtímamaður þeirra kynslóða sem lifðu með honum og þannig að mér finnst mjög eðlilegt að hver tími leiti til sinna samtíma arkitekta eins og var gert í Reykjavík á 1920 og 1930. Og að því það var talað hér að byggingar Guðjóns Samúelssonar hafi sannað sig mjög vel, ég er sammála því, en ég myndi segja að byggingar Studio Granda sem unnu þessa samkeppni hafa líka sannað sig í gegnum tíðina afar vel. Þá er Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að vona að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi taki því ekki illa þó að ég í máli mínu tala að menn eða fólk komi að máli við mig. Það held ég að gerist á hverjum degi og ég held að gerist bara að ég janti alla borgarfulltrúa og mér finnst bara ekkert mál að þó maður vitni í slík samtöl og líka mjög oft í borgarstjórn þá vitnuðu í vísindalega kannanir en við getum líka bara vitnað í eitthvað það sem við teljum eftir kannski samtöl við fjölda fólks og ég veit það full vel að það er mjög skiptar skoðanir Laugaveginn og Laugaveginn og lokun hans hafa bæði verið gerðar vísindalega kannanir og svo hefur þetta fjöldi fólks komið að máli við okkur þau mál og ég veit bara full vel að af íbúum við Laugaveg sem eru kafla þá vilja að minnsta kosti góður hluti að vilja jafnvel hafa Laugaveginn lokaðan allt árið ef aðgengismálin eru í lagi. Þannig að það er svo sem ekki nýtíðindi fyrir mig eða örugglega ekki Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa heldur að það séu skiptar skoðanir það. Nú aðeins samtíma arkitektana og aðra arkitekta þá get ég alveg verið sammála því í sjálfu sér að hver tími á að leita til sinna arkitekta og það held ég að við gerum í ríkum mæli. Ef við getum líka leyft okkur bara í ákveðnum hlutum borgarinnar að leita til arkitekta sem ekki samtíma eða leita til samtíma arkitekta og óska eftir því að þeir tekni hús í ákveðnum stíl. Reykjavík að mörgu leyti ný borg, það eru nýbyggingar út alla borg en miðbærinn okkar hins vegar einstakur og það ákveðin byggingarstíl sem eða hefur verið ráðandi og það ekkert að því eins og mörg dæmi eru erlendis þar sem heilu miðbærnir hafa verið byggður upp kannski mörg hundruð ára gömlu stíla, við gerum það sama hér. Hins vegar ég ekki að mæla með því einhvern veginn að við förum í hart við Alþingi út af þetta. Alþingi, það skiptir miklu máli að það sé sátt á milli borgarinnar og Alþingi sem uppbyggingu á þessum fræga reit en það breytir því samt ekki að hver borgarfulltrúi getur haft skoðun á því hvaða byggingarstíll ræður þar. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og umræðu telst lokið og við göngum til 5. liðar og útsendri dagskrá sem